Það komið sælir bæði áhorfendur og á heyrendur. Þátturinn er líka í útvarpi, en við ætlum að, hér á vettvangi dagsins svona komin nokkuð konar þungavíkt af Íslendingum í svona þáttum. Það Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, Helgi Seljan sem rannsóknarritstjóri á Heimildinni og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, þingmaður fyrrverandi ráðherra og ég bara tel ekki meira uppi og fyrrverandi landsliðsmaður í handbolta. Jú, eitthvað. Dómari líka ekki? Ég mjög stolt að ég að vera fyrsti kvendómarinn hérna á Íslandi, 92, eftir til karla. Í hópíþróttum kannski bara? Nei, ég held nú að hafa verið einhver knattspyrnukona sem hafa búin að dæma áður en ég er fyrsta konan sem að dæmdi eftir til karla. Ertu enn með réttindin? Já, mitt framlag til FH alltaf að hlaupa í skarði svona í yngri flokkunum í karla og kvenna. Það dæmir á og til? Já, það 200 metrar út í krika, ég myndi gjarna vilja vera duglegri en þetta bara, það bara gaman að þessu. Og svo erum við hérna bræðinir, Gunnar Smári og ég. Ekki réttindi þér? Ég er með lyftarapróf. En hérna, förum við frambjóðandi til forseta voru saman í stórum þætti á RÚV. Sólveig, horfður á hann? Ég horfði á hann, já, allavega helminginn. Já. Fyrri eða seinni? Fyrri, ég settist mjög spennt og borðaði popp. Og þau fóru svona nokkra hringi og það fannst mér ég bara vera búin að heyra nóg. Ég gafst upp, hann var búinn. En Helgi? Já, ég horfði reyndar ekki nema á helminginn, en fyrir helminginn og ég gerði það bara í gær. Að því ég hafði ekki mikla trú að þetta mjög skemmtilegt. En það sem þetta komið svolítið óvart og þau komið mér líka svolítið óvart. Mér finnst þetta svona skemmtilegt. Já, fólki sem við ekki heyrt í áður, kom það? Já, náttúrulega Viktor hann greinilega mikið séni og Ásdís Rán náttúrulega nokkuð góð líka. En þetta náttúrulega svona, mér finnst þetta vera orðið svolítið svona ég veit ekki hvað að segja, þetta að verða svona miklu tvísýnna heldur en maður hefði búist við og þetta eiginlega, þú veist og það er ekkert alveg absúrt að tala að það séu, þú veist 4 og gæti verið 5 sem að gæti verið þú veist svona 15 manneskjan gæti stokkið inn í þennan hóp sem það Halla Tómasdóttir. Já, hún stóð sér bara vel. Koma óvart ekki þegar ég veit svo sem ekki hana en ég er sammála með að þetta skemmtilegra en ég hefði haldið og ekki jafn óþægilegt. Orður á þetta? Hreinskilnisval, nei, ég var bara í kvennapartí á sama tíma og ætlaði síðan að horfa á þetta einhver tíman, en ég er búin að vera í 2 boði þar að meðal í fermingu sem náttúrulega mjög góði barómeter á það sem að gerist í svona þáttum og ég heyri það að einmitt að þátturinn hafi verið skemmtilegri heldur en fólk bjóst við. Fólk var að draga fram hinn og þessa sem að stóðu sér vel, Katrín var solid og Baldur góður og Halla Tómasdóttir einmitt komið sterk inn, Viktor komið á óvart og það í rauninni, það sem ég dró út úr þessu að það gaman að það fjölbreytileiki í frambúðinu og svona ef að það var einhver sem stóð sig langbest í samkvæmt fermingunni í gær, þá var það Jóhanna Vigdís og Baldvin Þór og þau höfðu stýrt þessu mjög skemmtilega og leitt þetta þannig að þátturinn var góð skemmtun. Þetta svona það sem ég dró út úr fermingar samtalinu í gær. Það var tímamæling greinilega á því. Þetta er mjög erfitt, sérstaklega RÚV. Þetta hlýtur að vera erfitt. Þú ert stanslaust, fyrst alveg það þarf að vera með 12, sem eru þetta bara partur af skildum Ríkisútvarpsins og allt það, en svo þarftu líka að passa upp á tímamælingarnar og svo þarftu einhvern veginn í anskotanum að reyna að hafa þetta þannig að það nenni ykkur að horfa á þetta og þú ber svolítið ábyrgð á því Þau fengur náttúrulega hjálp við það til eins og frá Viktoríu sem við komum óvart, engi þekkti til hans og var maðurinn brá skemmtilegur. Þetta líka bara, ég hugsaði þannig, þetta svolítið svona góður hópur, þú veist, maður væri alveg til í, einhvern tímann hefði maður verið til í að fara á barinn með öllu þessu fólki, En Smári, þú búin að tala við allt þetta fólk? Nei, ekki alveg. Ég eftir að tala við Viktor og Katrínu.
Já, og hann sjómanninn. Eirík. Já. Þau koma, Viktor og Eiríkur koma á mánudag og þriðjudag. Katrín hefur ekki ennþá sinnt beiðni viðtal. Þau eru kannski bara ekki sömu deild og hún við rauðaborðið. Þú hefur þú voru að tala um þetta fólk, það var alltaf þakka í fyrir að bjóða sig fram. Já. Og með þess þetta allt stórmerkilt fólk og mikil saga á bakvið og hefur alltaf vaxið þegar ég að tala við það. Það bara þannig. Þannig að þetta alvöru fólk sem í frambóði. Það stundum talað þetta eins og var fram eftir ári og svo náttúrulega þetta með trúðalestina og allt þetta og það væri 80 í frambóði og með svona neikvæð umræðu þetta. En ég meina, ég veit ekki hvað fólk var að óttast til að almenningur myndi allt í að hafa áhrif á lýðræðið eða eitthvað, ég náðu þess ekki. En þannig svo kemur niðurstaðan út og það koma 12 og ég held að trufla engan. Ég held að það hefur samt verið frekar þannig að öllum brá þegar einhvern veginn Guðni vildi ekki vera lengur. Það var bara orðið svona bara kósi að hafa hann og það var svona taugatitringur og kannski svona smá kvíði, svona hversu hræðilegt verður þetta og ég held að það hafi kannski verið svona ástæðan frekar en einhver andúð á lýðræðinu hjá fólki með svona þetta trúðarlestina og ég var mjög svona neikvæð fúl út í Guðna fyrir að fara að draga okkur í gegnum eitthvað svona en svo þetta bara allavega sæmilega svona entertaining. Já, ég alveg svolítið sammála þessu. Ég var náttúrulega eins og Sólveig að ég gerir ráð fyrir því að Guðni í næstu 4 árin, þó ekki lengur en og ég viðkynna það alveg, ég ætla ekki að segja að við held mér yfir hann, ég sagði tæpi tökulust mína skoðun á því að hann Gafst hann gulaspjaldið? Já, ég gaf hann gulaspjaldið. Ég hefði alveg gert það hygglust og hann hefði alveg skilið það, handbolta áhuga maður mikill, en þetta var niðurstaðan og svona, ég er svolítið sammála þessari þróun, það er mikil umræða því við höfum verið formennirnir meðal annars að tala um stjórnarskrárbreytingar og þetta hefur verið eitt af þeim ákvæðum í öðrum kaflanum varðandi meðmæli fyrir því að verða frambjóðandi til forseta og það hafa allir verið að við verum að hækka ránna mjög mikið og þetta er hlutfallslega ekki það sama og var þá Jú, þú veist það þarf kannski að hækka hana eitthvað en mér finnst bara þetta koma ágætlega út og talandi lýðræði og fleira og ég náttúrulega dreg alltaf fram þetta eru þar kosningar þar sem að hver maður, eitt atkvæði. Þannig að jöfnustu kosningar sem eru og mér finnst þetta gaman að svona vera í kringum þetta og fylgjast með þessu og einmitt draga þetta fram. Af því þetta er ekki ókveð lýðræði að hafa einn maður, eitt atkvæði. Nei, þetta er líka kosningar þar sem þú getur þú veist, þú ákveður hvað þú færið, þú veist, þú kýst ekki eitthvað og færið svo bara Finn Ingólfsson, þannig að það er munurinn á þessum kosningum eins og öðrum. En svo er líka eitt með þetta eins og þeir að tala og með umræðanum þess að trúðalest að við megum heldur ekki gleyma því að það er alltaf þannig á Íslandi í aðdraganda kosninga sérstaklega og það næri við litt svona hámarkið þegar prókjörin eru að þá er svona risastórt svona stærstu hluti þjóðarinnar sem að fær algjört svona eða lýsir algjörlega svona antipati á pólitík og finnst þetta allt saman ömulegt og er bara að gera grínaði hvað þetta er vitlaust en síðan einhvern veginn færustu öll yfir í það að verða stjórnmálaskýrendur bara svona misjátt svona 1,5 mánuði fyrir kosningar og þú veist og það er rosa mikil kosningaáhugi og stjórnmálaáhugi á Íslandi en við þykjumst oft ekki hafa hann þannig að ég held að það sé líka svona element sko að tala niður stjórnmála já og það hefur verið það sem er útrúlega slæmt sem er mjög eiginlega alveg glatað En eru þið búin að ákveða ykkur í þessum kosningum hvað ætlaði að kjósa? Sorgjörður, ég sá hana myndavinni á kosningarskrifstofu Já, Köttur Já, ég er löngu búin að ákveða það að ef hún færi fram að þá myndi ég stíða hana ekki að því ég hef pólitískt sammálinni en ég sé alveg hvaða kosti hún hefur yfir að ráða og ég bara á þessum tíma líka að þá vil ég hafa manneski með þessa reynslu sem að hún hefur ég er ekkit gagnrýnislaus á Katrínu Jakobsdóttur guð mig góður en ég sé hvað þarf í þetta embætti ég líka með mína reynslu sé alveg hvað skiptir máli núna og þess vegna er ég að stiðana fyrir utan og hún er bara almennilega manneski en við megum heldur ekki vanmeta að því ég hef fylgst með henni líka erlendri grundum upplifað hana þar og það er óbáslega dýrmætt að vera með þessi tengsl og tengingar og þessa samskiptafærni sem hún hefur á þessum tíma að það er líka ákveðin verðmætt í því fólki fyrir okkur Íslendinga en að þessu sögðu þá segi ég líka
undirstrika, mér finnst þessi fjölbreytileiki frambjóðanda, mér finnst þetta fallegt, mér finnst gaman að því hvað svona mismunandi sjónarmið eru dregin fram. Það verið að tala hörku og eitthvað, jú, þú veist, það er bara þannig, náttúrulega Katrín hefur fengið það algjörlega óþvegið bara strax og hún tilkynnti, en ég held að þegar við sjáum núna þetta orðið jafnara að þeir sem eru leiða eða eru í fórustu, hvort sem eru 3, 4 eða 5, þeim er alveg búast við að það verði óvægnara og ákveðin gagnrýni og þá enginn að væli yfir því. Það er bara hluti af þessu svo lengi sem að fólk er bara hófsamt og innan skynsamlegra marka en það er eðlilegt að það komi fram gagnrýni sem að verði þá að svara. En þið hinn, eru þið búin að ákveða? Já, ég styð Steinunni Ólínu en hún náttúrulega mælist með afskaplega lítið fylgi, þannig að það er ósennilegt að hún beri sigur úr bítum. Hvað verður þegar það fer að draga nær? Mögulega hellist fólk úr lestinni og eftir standa einhverjir. Akkurat núna þá langar mig ekki að kjósa þau sem að þarna eru að mælast efst. Ég vissi ekkert hver hún Halla, Orkuhalla var, bara ekki neitt. Ég horfði á hana hjá ykkur á heimildinni, þess að við voru 4 og hún er ágæt en mér finnst svona allt frekar svona erfitt að festa hönd á hvað hún er að segja. Mér fannst reyndar ein tillaga eða svona hugmynd sem hún kom með að það væri hægt að inngilda aðflutt fólk til dæmis í gegnum kór. Mér fannst það frábærlega góð hugmynd og það svona er í samræmi við það sem við erum að gera í Eflingu, að einmitt bjóða fólki að taka þátt og inngilda ekki með því að fyrst segja að þú þurft að gera þetta og þetta til þess að mega koma með. Þetta komdu bara fagnandi og svo finnum við út úr hlutunum. Mér langar ekki hjósa Baldur, ég er mjög lítið hrifin af hans afstöðu gagnvart hernaðarmálum og mér finnst hann mikil svona stríðshyggju maður. Ég vil ekki kjósa Katrínu af ýmsum ástæðum en ég ætla þó að segja að hún hefur staðið sig afskaplega vel í þeim svona kappræðum sem hún hefur tekið þátt í núna. Já, eðlilega kannski. Já, mögulega eðlilega af því hún hefur mikla reynslu. Og ég hef líka séð hana á fundum þar sem að hennar mitt samskiptafærni sem oft hefur verið talað hefur komið með skýrum hætti í ljós en ég er ekki hrifin af afskaplega mörgu sem að hún hefur gert síðustu ár og Jón Gnarr er fyndinn og skemmtilegur en ég er samt ekki sem ég vil hafa sagt fórseta. Ég er svolítið sagði honum. Já, einmitt. Það er það allir á endanum, það er ekki annað hægt. Sko. Já, góði maður. Ég segið alveg svo að ég er ekki búin að ákveða mig og ég er svo sem og ég veit líka, ég er alveg sammála þú veist, Jón Gnarr er vinn minn og mér finnst hann svona sérstaklega kannski eftir á hyggja og í smá fjallað hafa verið frábær borgarstjóri og en hann hefur svona mér finnst hann hafa verið svona brokkingur í þessari kosningabaráttu, því hann fór að spila eitthvað svona leik til dæmis í viðtalinu okkur með að neita því að hafa verið alltaf að fara aðgreina sig frá þeim sem þannig að hann væri ekki stjórnmálamaður ólíkt þeim, svona sem var svona svipað eins og eitthvað svona eins og það Gus var að segja ekki vera hljómsveit til fjölistahópur og það var, og svona var þá pirraður til að fara að benda honum á það en hann var mjög góður í þessum þætti þannig að maður kannaðist miklu meira við hann í þessum þætti þannig á föstudaginn en ég segi líka, þú veist, ég náttúrulega þekkti ekki mikið til svona stórs hóps, þú veist, ég hefði bara átt eitthvað smá kynni af Höllurund eins með Helgu Þórisdóttur en það sem ég hefur fundið svo áhugavert er að þú veist, það er með 2 forstöðumenn opinbera stofnana og báðar gegnaðar alveg ótrúlega miklu og stóru hlutverki, þú veist en þrátt fyrir það kannski eru þessar 2 konur ekkert endilega rosa áberandi og kannski sérstaklega tilfelli Helgu sem að, þú veist, einhvern veginn er búin að vera miklu lengur en Halla en svona menn fatti ekki alveg hvernig er, en mér finnst mjög áhugavert vegna þess að það er líka bara svona eitthvað sem við höfum svolítið verið að fjallum og þú veist, Þorgerður Katrín við talaðum og Sólveig Anna pottitt líka eru, þú veist, þessi tök svona sérhagsmunagæslu svona hópana í þessu samfélagi að sko við höfum þær hafa svona báðar
svona presentera sér svolítið, Halla og Helga, þannig að þær hafi einhvern veginn staðið í stafni í erfiðum málum í sínum, hjá sínum stofnum, en Helga ólíkt Höllu, þú veist, var alveg tilbúin til þess að, þú veist, að vísu eftir svona, vorum búin að spyrja hann nokkur sinnum, að nefna okkur dæmi það hvernig einhverju svona sérhagsmunir hefði verið beitt gegn henni. Halla var ekki tilbúin til þess, þetta talaði bara hún hefði fengið blástur úr mörgum áttum og eitthvað svona, af því það líka ekkit leyndamála, ég meina Halla hefur ekki verið beint, sko, hún hefur ekki talað í ráðherran hennar, orkumálaráðherran, og hún eru augljóslega ekki sammála og það náttúrulega svo sem ekkit, held ég að sé ekkit mjög mikið leyndamála að, þú veist, bæði hann og fleiri sem að erum með honum í hópi hefðu viljað að Halla væri öðruvísi og keypti fleiri túrbínur og hvað þetta allt saman. Þannig að mér fannst eiginlega svona hálfa umt hjá Höllu að fara að gefa það í skyn að hún hefði einhvern veginn staðið vaktina en væri svo ekki tilbúin að segja okkur gagnvart hverjum að það skiptir máli, sko. Já, en ég er ekki búin að ákveða hvernig ég ætla að kjósa samt. Mér finnst þetta að vera mjög mikilvægt í þessum, því að við erum að fara í gegnum 4 vikur eftir einhverju stefnar og þetta er svona embætti sem er svolítið deilt hvaða hlutverk hefur. Er þetta embætti sem við viljum hafa frá stjórnmálunum niður á þingi, þar sem við erum með veikt þing og eitthvað svona ráðherraræði yfir því og erum í vanda, þetta þingið nýtur ekki traust hjá þjóðinni og ekki ríkisstjórnin og viljum við þá að forsetinn sé eitthvað mótvægi við þessu. Mér finnst það að vera hluti af því sem það er alltaf, ef við segjum svona hluti af elitinu, alltaf samfara okkur þetta embætti skipta engu máli, þetta er bara að taka hendunar okkur útlendingum og hefur engin völd, en ég held að sé bara ekkert fullkomið sátt það og sagan sýnir líka að forsetinn getur tekið sér völd sem að elitan hafi áður sagt að mætti ekki snerta, en svo hún er náttúrulega að vernda sín völd, þar sem hún hefur völdin í sömuleyti í gegnum sérhagsmunina, í gegnum ríkisstjórnina inn á þingið. Við erum með núna í þinginu til dæmis lagareldisfrumvarpið sem er bara klassískt svona sérhagsmunna frumvarp sem var sett inn í þingið af Katrín. Mér finnst þetta að vera stórt atriði svo líka hvort við náum því að fara í gegnum þessa umræðu og tala samfélagið eins og raunverulega sem mér finnst Helgi verið að tala að það eru 2 frambjóðendur sem er erfiðleikum með að segja hlutina bara eins og þeir eru, að við erum með veikar stofnanir sem að verða fyrir gríðalegum þrýstingi beint frá sérhagsmunaaðilum eða í gegnum pólitíkina sem verið að þrýsta á þessum á að vera með eftirlitið og gæta almannahagsmuna og það eiga svona í vandræðum að þessi að vera að skemma partíið. Ef við segjum frá því hvernig Íslands samfélag er og ef við getum það ekki í kosningunum, tala bara eins og hlutinir eru, þá náttúrulega getum við ekki valið okkur forseta eða ég myndi vilja að við værum með bara sannleikurinn að gera þau frjálsa. Núna ættum við bara að fara í gegnum kosningarnar og tala hlutina eins og þeir eru. En það er náttúrulega á öllum vettvöngum óvinsælt að vilja tala hlutina eins og þeir eru. Það er greiðlega mikill vilji til þess einmitt fyrir jákvæða breytingum. Að það sé talað hlutina eins og þeir eru, að sjálfsögðu, en ég er bara að segja að það er ekki bara þarna, það er bara allstar, það bara er oft tabú að vilja bara tala hlutina nákvæmlega eins og þeir eru og ekki eyða ótrúlega miklum tíma og orku fullorðins fólks að tala bara með eitthvað annað og það þetta bara birtist þarna eins og allstaðar annarstaðar og þau sem að reyna íta á það að það sé talað hlutina eins og þeir raunverulega eru, þau oft þurfa að sitja undir alls konar leiðendum og það er ekki allir sem að þola það eitthvað sérstaklega vel, það er leiðilegt að sitja undir leiðendum og það er kannski bara auðveldara einmitt og ég skil kannski að vissuleiti að hún Halla sé svona nervus vegna þess að nú er makkinn lagstur á hana af bara öllu afli og hún veit auðvitað að á þessu landi ef að þú gengur oflangt í að einmitt vilja segja frá einhver svona spesifik eða þá ræða hlutinu eins og þeir eru sem ég er ekkert endilega að segja hún vilja gera, ég veit ekkert um þessu konu þá myndu mögulega einmitt lenda í rosa vandræðum sérstaklega ef að það er verið að berjast eitthvað mikilvægt þar sem að svona eignarhald vissra hópa er greiðlega mikið á fyrirbærinu og það getur verið þetta bara mjög tauga strekkina. Það er líka ótrúlega áhugavert að ég var að tala þetta, þú veist, Þorgerður þegar þú fórst í framboð fyrir Viðreisn, eða þú veist, þá var þóttur orðlega tíðindi að þú skildir nota þetta orð, sérhagsmuna hópar og það þóttu líka orðlega tíðindi þegar Seðlabankastjóri sagði að sérhagsmuna hópar
þannig hafði rosalega mikið völd í íslensku samfélagi og líka þegar forstjóri samkeppniseftirlitsins að sko, þú veist, það svo lár þröskuldur á Íslandi gagnvart mjög mörgu, þú veist, okkur finnst einhvern veginn eins og það sé og það eigi alltaf önnur lögmál við hér heldur en annars staðar, til dæmis bara gagnvart samskiptum, þú veist þessar blokkararnir í Borgartúni gagnvart stjórnarráðinu, þú veist, þessum samtökum sem eru þar, sem eru þetta ekkit sko, og verða þetta ekkit einhver almannaheillasamtök, þú veist, það bara þannig, þú eru bara að berjast fyrir mjög sérstökum sérhagsmunum og við sjáum bara núna í kringum þetta lagareldisfrumvarp, ég meina, þú veist, þá var búið að setja upp svona eitthvað regluverk varandi strókið og lögsónum og eitthvað svona sem að kemur inn í þetta og þá allt í einu kemur bara eitthvað lögfræðálit og eitthvað ábending frá SFS og þá því bara breytt í ráðuneytinu. Þú veist, það getur vel verið að það hafi verið ágætis rök fyrir að breyta þessu en að rökin séu einfallega bara þau að SFS hafi lagt fram eitthvað tillögum það eru þetta ekkert alveg í lagi, þú veist, og við þekkjum fullt af svona dæmum en nálaðin einhvern veginn veldur því á okkur, við verðum með svo skakkan barómeter á svona hluti. Kristján Loftsson að senda inn þú veist bara track changes á eitthvað sem hann vildi láta breyta. Já, og bara lappandi inn í ráðunni. Og svo það þannig ef einhver segir þetta að einmitt sérhagsmuna öflin hafi brjálæðislega mikil ítök þá einmitt fer af stað svona foreldralega einhver svona já nei þetta nú rangt, svona mamma kemur og pabbi kemur til að segja nei þetta nú bara alls ekki rétt og einmitt þegar að Seðlabankastjóri sagði þetta þá marga daga á eftir kom hver manneskjan á fætur annari sem hefur eitthvað svona vikt í samfélaginu svona til að dempa þetta sko af því að alþýða fólks fór að hlæja og sagja já þetta nú mikil sannleikur sem að þarna mæltur fram og þetta var, ég var að rifja þetta upp bara núna fyrir nokkrum dögum þegar hann sagði þetta var alveg mjög merkilegt moment og eins og þeirra svona merkileg moment eða sér stað þá voru viðbröðin líka svo ótrúlega áhugaverð þetta svona panik en svona ekki panika of mikið því þá var það of ábrennt heldur meira svona já nei það ekki rétt það ekki mín reynsla meðal Katrín Jakobsdóttir að halda því fram. Já, þegar maður klára þetta með Höllu Hrund að hún vill ekki benda á mér finnst það vera svolítið nálagt okkur sko blaðmennunum sko hver sagði þetta við þig og við viljum bara ekki segja það, við viljum ekki sko, veistu, eitthvað það allt annað, sko, blaðamenn hafa svona vissan trúnað gagvart heimildamönnum og svona, orkumálastjóri hefur það ekki, sko. Nei, en ég meina við þráspurðum að þetta bara orðið dónalegt, sko, þú veist, og bara asnalegt, þannig að við sáum alveg að hún var ekki tilbúin að ganga lengra, en ég meina, en það þá líka alveg augljóst og ég meina, en kannski gerur þú það núna, ég meina, þú veist, ég veit það ekki. Já, ég er einmitt að fylgjast með þessar umræðu og talandi Morgunblaðið, ég reyndar átta mikið á hvern Morgunblaðið er að styðja. Katrín Jakobsdóttir, það nú eins augljóst og bara nokkuð getur við augljóst í öllum heimi. Mér finnst það ekki. Ég les mokkan okkur einsta mótna og hef gert mörg síðust ár og ég er svona mokkakonnoisseur, ég er mjög og það er augljóst. Ef einhver segir eitthvað hana eða eitthvað svona þá koma staksteinar svona nokkrir púla það alltaf sko þeir vilja svona rosa mikið af flottu myndum af opnuninni þú veist þessir voru tróðfullt hús algjörlega augljóst og Katrín Jakobsdóttir hefur núna verið síðasta vetur og veturinn þar og undan og eflaust lengur í bara mjög miklu uppáhaldi hjá bæði Andrési Magnúsinni og Stefáni augljóst og ef þið sjáu það ekki þá bara hviti ykkur til þess að reyna að greina ég ætla líka bara að fá að vísa í mína reynslu og þekkingu og ég þekki mokkan alveg ágætlega og við sé alveg að vera að tala skrýmsledeildina ég þekki hana líka mjög vel hér er ekki Þú stundum í staksteinum? Já, ég reglulega það er alltaf það kemur óvart ef ég er ekki í staksteinum að minnsta kosti einu sinni í mánuði og síðan eru náttúrulega alltaf einhverjar strengjabrúður sem eru settar á mig eða viðrist reglulega og það er alltaf seginsaga þegar við opnum munninn annarkvort Evrópusambandið eða sérhagsmuni eða hvað það er að þá koma þau en ég verð samt að segja í þessu, ég veit það til dæmis að Stefán Einar er ekki að styðja Katrínu, ég hef heyrt það að hann ætla að styðja aðra eða annan frambjóðanda það sem að Stefán Einar er að gera og ég hef nú haldið frekar
öðruvísi með áður frá ég sé frá að verja hérna einhvern blaðamann á morgunum. Þess að mér finnst þetta að vera áhugaverð blaðamennska því að það sem ég hef lesið eftir hann svolítið að leita til Bretlands og þetta svolítið öðruvísi heldur en áður og við erum að upplifa svona, einhverju leiti gaggrýtni öðruvísi nálgun inn í forsetakjör og guð mig góður, þú veist, Katrín fór í hakkavélina strax og bara ég held að ég hugsa alltaf er aldrei að hætta fréttum upp úr þessu viðtali við hana. Svona púlar hann þetta, hann flyttur svona 27 fréttur upp úr viðtalunum og þau rúlar það sem að ég síðan er ég að segja sko að það sem að, þú veist, allir, Katrín veit það alveg og það örugglega öll hinn að þau verða í hakkavélinni svo lengi sem að þau eru líklegt til þess að geta orðið forsetar og það er bara þessi veruleiki, er hann breyttur? Það var verið að rifja upp með mér að 1996 sem ég var alveg búin að gleyma að það voru heilsíðu auglýsingar gegn meðal annars Ólafi Ragnari. Ég minnar að Jón Steinar hafi viku fyrir kjördag sagt af sér, sko, það er ekki þannig að þetta sé fyrsta sinn sem er eitthvað sko, 2012 náttúrulega mun allir þegar hérna Ólafur Ragnar fór í þáttun til þín eða ekki, Sigurjón á sínu tíma og skelltu nokkrum bombum á borðið. Þannig að þetta er eitthvað sem að ég bara vona að frambjóðandi taki og svari einarlega, svari bara eins og þau eiga svara heiðarleika og bara upplýsi svolítið kjósendur en fari ekki að væla yfir því hvernig umfjöllunum er. Fram til þessa finnst mér þetta hafi verið skemmtilegt, mér var þetta hressilegt á heimildinni, ég sá það og alltaf því neyðarlegt að það var ekki svarað. En svona eiga blaðamann að vinna og ég ætla ekki að segja það að einhver einn fjölmiðill umfram annan dragi taum einhvers. Nei, ég ætla að fá að mynda skjótin þetta, sko, ég hef ekkert, þú veist, að því það er líka rosalega auðvelt að gagnrýna, þú veist, og það á að gagnrýna fjölmiðla, menn ég ætla ekki að segja það, en sko, ég hef ekki séð neitt sem að, í þessum viðtölum af Stefáns Einars sem að ég myndi mögulega gera ykkur athugasemdir við annað en premissin í þessari spurningu til Baldurs þennan umdeildan nætuklúbb sem ég fannst vera bara ofboðslega pleppalegt og asnalegt. Reyndar hann misti eiginlega tökin á viðtalinu við Höllu Hrund þar sem hann greip eiginlega fram í fyrir en hún náði ekkert að svara ykkur spurningum, hann púðraði bara ykkur svona spurningum. Já, ég meina það er bara hugmyndunum það að hún var í gerspiltur ríkisforstjóri. Já, og ég meina það ekki að svara því. Nei, konuna sína í embættinu hennar, sko. Já, það hefði ekkert að taka viðtalið. Nei, það menn getur fundist ýmislegt það, en það sem þú hefur ekki leyft honum að gera það á heimildinni að taka viðtalið. Ef að konan hans hefði verið í embættinu. Nei, það er nú ekki verið, held ég, sko, en í öllu falli, þá, sko, það sem hann gerir í þessu viðtali við Baldur og sem ég finnst eiginlega glatað, er að hann ekki bara það fyrir hann að spurja hann það hvort hann hefði verið á okkur umdeildum nætuklúbbi. Ég hef aldrei farið á mannið kettir að farið á sko, óumdeildan nætuklúbb, ekki nema þá bara, þú veist, hann hafi bara verið opinn á nóttinu og menn getur verið sammála um það. En sko, en þegar hann leggur spurningun upp, þá segir hann líka við hann að hann ætli ekki að spurja hann út í einhverja tiltekna slúðusögu og nefnir í raun og veru, þú veist, eitthvað stefnumótaforrit eða eitthvað svona. Og það er svo ógeðslega ljótt og bara astnalegt og nákvæmlega í samræmi við það hvernig hann vinnur. Mér finnst frábært ef það er að bæta svið í hópi fíbla og dóna í þessari stétt og bara, þú veist, og einmitt að líta til Bretlands, við þurfum ekki að líta nema bara til Færeyja stundum, sko. Við höfum verið allt og lín. Ég man ekki eftir, sko, að hafa tekið eitt einasta viðtal í sjónvarpið þar sem ég hef fengið sko, meiri móral yfir því að hafa hjólað fastar í einhvern heldur en móralin sem ég fengið yfir því að hafa ekki farið fastar. En aðeins út af Baldri, bara mig langar að segja aðeins út af Baldri að ég skil ekki og það er það sem að mér finnst óþólandi í þessari kosningabaráttu er að upplifa það að þessa fordóma gagnvart hinsegin fólki og það náttúrulega kemur náttúrulega fram vegna Baldurs en það hefur fengið mig að því ég sko ekki bara einu sinni og ekki tvisvar fengið hérna, já ég ætla nú ekki að kjósa hann af því að hann er hommi sko og svo bara lendur maður í því að taka debattinn út af þessu og það segir mér það bursið frá þessum forsetakosningum að við erum komin í íslensku samfélagi núna aftur á þennan stað sem er meiri skautun, það er minni tolerans gagnvart hinsegin fólki, minni tolerans gagnvart því sem er ekki normið, hvað sem að normið er síðan í dag sko. Þannig að hérna talandi um útlendinga
og það þarna sem að mér finnst vera eina stærstu áskorunar okkar í samfélaginu í dag, meðal annars í stjórnmálunum, að segja henni hingaðu ekki lengra, sko, við erum ekki að fara þangað. Það er þetta bara ef að hoppfyrkju, ef að barir fyrir samkynniða er orðnir umdeldir, bara fyrir að vera það, þú veist, þá erum við líka bara, og ég ætla ekki endilega, þú veist, ég ætla ekki Stefán Einar eitthvað illt og hann getur vel verið að hann bara orðað þetta astnalega, en þetta var, þú veist, þetta fyrst mér vera svona það sem var kynnið fólks á ekki að skipta máli þegar þú ert frambúið. Annars ég ánægð með að fá bara fleiri þetta stéttarfélag. Það ekkert að því að hommi fara á hommabar. Nei, og ég held að sé bara almennt ekkert að því að hommi gerir það sem hommi vill svo lengi sem við skæða fyrir annan. Já, en að því að þetta var máli. En skiptum yfir í önnur stjórnmál. Hvað örfáu dagar eftir fundadagar í þinginu? Ríkisstjórnin með allt í steik. Það þannig. Nei, það sem máli sem ég held að séu 16 þingdagar eftir, 8 fram að forsetahlíinu, við erum með hlé, við förum í viku til virðing þingsins. Bara viku? Já, ég held að sé bara vika sem gert algjört þinghlé og síðan tökum við bara strax eftir forsetakosningarnar aftur til starfa, veita þeim svigrúm til þess að fá athyglinna og allt það. En það sem að því við vorum að tala lagareldisfrumvarpið áðan hér, sko, það ótrúlega sjoppulegt mál. Eitt sjoppulasta máli sem hefur komið samt bara á síðri tíma sem ég man eftir nú ýmis mál sem maður hefur staðið frammi fyrir. Það var meðal annars búvörumálið. Og hvernig var verið að klippa samkeppnislögum úr sambandi í þágu sérhagsmuna. Það sem að fólk gat ekki sagt sem að stóða þessu, meirihlutin pluss miðflokkurinn gat ekki sagt ótvírætt, þetta í þágu bænda? Nei. Þetta í þágu neytenda? Nei, alls ekki. Þetta í þágu milliliða og það verið að misnota velvild bæði þingsins og samfélagsins í garð bænda að við viljum að hafa öfluga bændastéttina, við viljum að þessi öflugur íslensku landbúnaðar með því að mókundi millili. Og þetta var gert þannig, þetta var gert eiginlega í skjólinætur, það var ekki haft, sko þingi samt ekki einu sinni nefndarálitið, heldur ekki bara einhver aðil út í bæ, heldur lögmaður KS og mér finnst þetta miður fyrir þessi vinnubröð og ég vona að þetta verði þannig að fólk í þinginu hafi svolítið vakna líka starfsfólks þingsins og segja svona gengur ekki að sé unnið. Þetta eitt dæmi það og talandi eftirlitsstofnanir. Ég formar í flokki sem vill hafa einfalt regluverk, gegnsæi, alla þessa þætti. En það þýðir ekki að veikja hér ár eftir ár helstu eftirlitsstofnanir okkar, eins og samkeppnisstofnun, eins og fiskistofu til dæmis og þessar aðilar sem eiga að tryggja að almannahagsmunir séu alltaf teknir umfram sérhagsmunir og það ekki þessa dagana. Og þegar við förum inn í lagareldið að það bara, og þeir segja bara, þetta fer í gegnum 3 þingflokka, þetta fer í gegnum ríkisstjórn. Og svo bara allt inni, skiptir ótímabinding, skiptir hún einhverju máli. Þetta prinsippmál. Og þetta segir okkur það að það sem við höfum verið að tala fyrir að því ég alveg tilbúin og var á síðasta kjörtímabili margítrekaði við stjórnarflokkana að standað ákveðnum breytingum á stjórnarskráni, forsetakaflinn, umhverfisákvæði, íslensku ákvæði, dómstólakablinn, margt hægt að gera, margt sem tilbúið, auðlindaákvæðið sem lá fyrir, margt gott í því, við þurfum að fá tímabindingu. Og þá mér sagt, þetta eiginlega þýðir að sama sem við erum að leggja fram, en svo bara hnykt á því með almennu lögum. Og hvað gerir síðan ríkisstjórnin? Leggur fram frumvarp ótímabindingu. Ef að eitthvað hefur gerst í meðferð þingsins og ríkisstjórnar í þessu máli, þá hún ýtt undir það að það þarf að vera með ótvíræðum hætti að það sé tímabinding auðlinda í stjórnarskrá. Ótvíræðum hætti. Af því að við þurfum bara að tryggja það að þjóðin eigi auðlindina. Við séum ekki að gefa hana. Og við þurfum að tryggja sanngjarnt auðlindagjald, ekki bara í sjávarútvegi, heldur líka varðandi orkuna, varðandi allt þetta sem að auðlindir okkar snúa. Þannig að þetta svona með síðari tíma fyrst mér þetta að vera risamál og það þarf að gera miklu meira heldur en að draga línu í sandinn. Við þurfum að fara að tala mun háværar þetta heldur en áður hefur verið gert. Það er bara að taka völdin af sérhagsmunum. Já, það bara þetta gengur ekki að því, þú veist, að það sem að mér finnst vera svo sorglegt að því ég var á frábæru ársfundi SFS á föstudaginn. Þú veist, við erum með öflugan sjávarútveg
Við erum með sjálfbæran, verðmætasköpun, það ákveðin fyrirsjáleiki sem við þurfum að passa upp á, en það eins og þau sé ekki að fatta það að þjóðin vill að þessi mynd sé full mönnuð. Það að auðlindir séu í eigu þjóðarinnar og það sé ekki sanngjarnt gjald. Fyrr næst ekki sér sátt. Ég held líka og það er kannski efni í aðra umræðum það hvort að, þú veist, jú, við getum alveg sagt að íslensku sjávarútvegur sé sjálfbær en það líka voðalega auðvelt fyrir okkur að gagnrýna ofveiði annars staðar, þú veist, og út allan heim þegar við tökum þátt í því að murka sko margfalt lífið úr makrílstofninum. Svo held ég eitt af stóru málunum sem fara að koma núna, ég ætla að sá bara á Instagram núna fyrir nokkrum dögum síðan, að Leonardo DiCaprio farin að taka þátt í herferð og svona vitundavakningu sem hefur komið trollveiðar. Vegna þess að það samkvæmt einhverjum útreikningum og fréttum sem voru í Guardian í fyrirhaldamist, þá talaðum að losunin sem verður við togveiðar, það sem er verið að moka upp hérna á sjávabátnunum, þú veist að því að nú eru kóralati farnir, að losunin þar sé bara í lág við flugflóta heimsins þegar menn fara að reikna þetta upp fyrir utan alltaf orkuna sem þarf til að draga þessi troll. En ok, það verður, þú veist, ég held að við gætum fljótlega að fara að lenda í vanda þess vegna, því við erum náttúrulega með ótrúlega stóran togaraflóta á Íslandi. En það sem þú varst að tala um með eftirlitsstofnanirnar, það líka svo ótrúlega íslenskt. Þetta þú veist, sá sem einskis leitar finnur ekki neitt, þú veist, að það verið að gera þessar eftirlitsstofnanir þannig að það verður svo auðvelt að benda á það að nei, það er engin samkeppnisbrot á Íslandi, það er ekki verið að fremja neinn efnahagsbrot og þetta verður svona eins og síminn hjá Magnús og Eyjólumunni. Þeir eru svo að það ringir að það neitt, nú af hverju, að því við erum ekki með síma. Þú veist, það verður að taka héraðssaksóknarembættið hægt og rólega, tekur enginn eftir því, hægt og rólega er verið að setja hagræðingakröfu á héraðssaksóknarembættið sem er umfram önnur embætti. Á sama tíma að vera að moka verkefnið þar inn og síðan benda núna stofnanir. Það er ágætis dæmi sem þetta mál með Harald Jóhannesen og Hæstaréttardóminn sem kemur. Það benda, nú er dómsmálaráðuneytið sem ætti náttúrulega að bera ábyrgð á því, þeirri framkvæmdi einhvern veginn og þessum dómi þú veist, að fara fram á hugsanleikur opinbera rannsókn á því. Nú segir þeir, nei, það er héraðssaksóknar að taka ákvörðun það og benda okkur svona frumkvæði skyldu hjá héraðssaksóknar. Héraðssaksóknari hefur ekkert í það að gera að fara í einhverja frumkvæðisrannsóknir, hann er með fullt fangið, skilur. Sem reyna að gera við samkeppnisstofnunum líka. Já, að því að svo verður þetta að segja seinna, já, þetta héraðssaksóknari hefði þetta tekið málið upp ef hann hefði talið eitthvað og þú veist, og þetta er svona með allt, þú veist, Fiskistofu, samkeppniseftirlitið, fjármálaeftirlitið hefur aðeins, þú veist, að því við neyddumst til þess. Meðferð á aðfluttu fólki á íslensku vinnumarkaði, Efling reyndi og við börðumst í nokkur ár mjög hatramlega fyrir því að hér verður til dæmis að innleiða févíti með einhverjum hætti, Samtök atvinnulífsins gallhörða móti, engin stuðningur frá pólitíkinni sem að þýðir það að launaþjófnaður, hann er bara heimill og ef ég stel frá laununum þínum og þú leitar til stéttarfélagsins þín og við sendum kröfu þá þarf ég að borga það tilbaka en það verða raunverulega engar frekari afleiðingar. Ég myndi stela þeim úr veskirðinu þegar búið að borga það. Vinnumansal, búið að koma einn risastórt málvarðandi mjög alvarlegt vinnumansal þar sem að tugir hafa verið fórnarlömb í mörg ár og þar lögreglan algjörlega vanfjármögnuð, allt og fáir að fylgjast með þessu, þetta dömpast allt einhvern veginn á herðar verklýshreyfingarnar sem er á hlaupum að reyna að græja eitthvað án þess þó að fá þau tól sem að sannarlega þarf. Við tala núna í útvarpinu við unga konu sem að kemur inn alltaf að vinna á hestalegu og lendir þar einmitt í einhverju sem kannski er ekkert að kalla vinnumansal því hún hefði að geta farið látið vinna algjörlega í engu samræmi við það sem að henni var lofa. Þetta er bara verið í gangi. Þegar ég byrjaði 2018 sem formaður Eflingar þá var þetta eitt af því fyrsta sem ég heyrði af. Nú kom árið 2004 og nákvæmlega ekkert breyst. Þannig að já, í svo ótrúlega mörgum málum þá erum við inn í einhverju svona einhverju sýningu þar sem á yfirborðinu allt lítur alveg æðislega vel út en svo leið þú ferð að kíkja örlítið bakvið þá ferðu strax að sjá að það er bara hrikalega mennsemdir út allt og þá einmitt kemur upp þessi svona þetta moment eins og gerðist þegar Seðlabankastjóri fór allt í einu að tala af sér og fór að tala sérhagsmunahópana þá verður svona hætta og svo skulum við reyna einhvern veginn að færa athygli fólks eitthvað annað og á meðan þetta bara gerast hræðilegir hlutir eða að þeir hlutir sem eiga að gerast ekki. En það er náttúrulega ótrúlegt ef í alvöru það verður ekki hægt að stoppa það að þetta fólk ætli að gefa hér burt fyrðina okkar
ætli ég að fremja eitt rosalegasta náttúru nýð sem að hægt að fremja fyrir framan augun á okkur, við keyrir á sumrin hringinn í kringum landið og þegar maður sér þetta, þetta svona hræðilegt að verða vitni af því að þetta sé þarna og ekki bara að það sé ekkert gert til þess að takast á við vandan sem þetta skapa, heldur sé hugmyndin að gera þetta bara eins óbærilega hræðilegt og hægt að hugsa sér þannig að það sé ekki hægt að ná skafanum tilbaka. Þetta kosturum við er orðið þannig að það er orðið þetta stikla eins og marga Austfjörðina, það er losnað að keyra fyrir þess að fyrir því að þú getur orðið bara stiklað þurrum fótum á Laxeldiskvíum eins og yfir Berufjörðinn og bráðum Stöðafjörðinn og Fáskrúðsfjörðinn og Reyðarfjörðinn, það er, en þetta er auðvitað, fyrir, eitthvað svona utan einhvers gríns, að þá náttúrulega, þá er þetta bara, hvaða, hugmynd sem menn hafa um lagareldi í sjó og allt svona, hvaða skoðanir sem menn hafa, þá er líka þetta sem er svo óbúslega íslenskt, það er það að traust á Íslandi snýst alltaf um það að þú treystir einhverjum að þú tekur í höndin á hann, ekki það að þú treyst, að þú verður að upplifa það að handabandið sem þú sérð hafi, einhverja trausti sé, að ásýndin sé þannig og þess vegna náttúrulega getur vel verið að sé fullt í þessu frumvarpi sem sé í lagi og sé gott, en ég meina bara það að vinnubröðin eru mitt svona, og núna er þetta náttúrulega þannig að matvælaráðuneytið komið niður í Borgatún, þannig að þetta labba á inniskónum á milli, að þá er þetta bara, það er líka þessi ásýnd sem veldur því að það verður endalaust vantraust. Já, og við eigum að læra því sem að sagan hefur líka kent okkur með það hvernig við stöndum vörðum almannahagsmununa, en varðandi þetta lagareldismál sem að náttúrulega snýst mest fiskeldi, að já, það er eitt og annað sem er fínt í þessu, en við þurfum að setja kröfur. Ég er ekki þeirra skoðunar að það eigi að loka fyrir allt fiskeldi, en það þýðir ekki að við setjum ekki fram kröfur og það er einhvern veginn, ef að við förum aðeins yfir sjóni, ég skal bara vera östuð, á sínu tíma 2004 minnum með að hafi verið og þá var ákveðið að fiskeldi banna við Íslandsstrendur nema fyrir vestan, Eyjafirðinum og síðan fyrir austan og nú á að fara að loka fyrir Eyjafirðin með við þetta frumvarp. Þegar ég byrjaði á þingi 99, þá var, ég ætla ekki að segja vesaldómur, en Suðurfirðirnir voru ekki það skemmtilegasta svæði sem að maður upp á bara bjartsýnu og framtakssýni sem og þor. En það hefði kvótakerfi farið mjög illa með þessu. Já, hluta til að var það var afleiðing á því. Síðan fara þessi svæði og fyrirtæki að vinna eftir þó lögum í landinu, þetta eru lög í landinu, að megi setja af stað fiskeldi þarna. Gott og vel. Við erum að sjá núna fasteignir, maður heyra það að einhver hús voru keypt á einhverja 17-20 milljónir á Patró, eru núna að fara á 50, 60, 70 milljónir. Auðvitað skiptir þetta fólk, almenning, launþega, miklu máli að sjá að það eru tækifæri þarna. En veitir það okkur heimild til þess að gefa afslátt á kröfum þegar kemur til náttúruverndar, dýraverndar? Nei. Og það verður að vera þannig að það sé dýrt að fúska. Og það er óþarlandi að þurfa að upplifa það og ég veit það líka bara við vini mína á Vestfjörðum, þeim finnst óþarlandi að upplifa það að það sé verið að gefa einhvern afslátt á kröfu. Það á að vera skýrar kröfur, stranga kröfur og svo þarf náttúrulega að vera auðlindagjald sem að líka rennur á einhverju leiti líka á heimasvæðin tilbaka, þannig að innviðirnir á svæðinu styrkist, að svæði sé ekki bara háð fiskaldisfyrirtækjum sem að eru hverju sinni hvort að þau gefi til íþróttafélagsins eða ekki, það bara má ekki vera þannig. Það er bara svo djúvill ljótt alltaf hvernig mönnum tekst einhvern veginn að beita fyrir sig fólkinu, þetta er bara svona svipað eins og varstaðan hefur verið einhverjar breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu, alveg sama hvernig það eru, þá fer þetta alltaf að vera að stilla upp fólkinu í einhverjum byggðarlögum út á landi. Það mæti Þorsteinn Már alltaf í kaffistofuna í Kristjánsson Dalvík og það getur að verja það fólk. Já, ég meina það verður að tefla því og sem veldur því náttúrulega líka það verður alltaf þessi leiðindi á milli höfuborgarinnar og landsbyggðarinnar, því að það er ótrúlega mikið af þessum sérhagsmunaöflum sem hafa grætt alveg rosalega mikið á því að kynda þennan eld, og það er líka, og það er bara ógeðslega ljótt, því að það er alveg rétt, það hefur verið svona spilaða ákveðna strengi í þjóðarsálunni og ákveðnum svæðum, en ég ætla samt ekki að ég veit að þið eru einhverju leyti ósammála mér finnst íslensk fiskveiðistjórnarkerfi, það hefur sýnt sig að það er með því sterkasta í heiminu, það er framúrskarandi, það hefur skilað miklu verðmætum sem að skiptir málið að halda upp í lífsgæðum hér og allt það, en
það breytir ekki því að við getum ekki veitt afslátt af þessum grundvallar prinsipum og þar eru við til að mynda í Viðreisn alveg skýr. Við viljum tímabindingu leyfa og við viljum sanngjarnt auðlindagjald. Þannig ertu svolítið samspýðibilu, ég ætla að stoppa þið. Þannig ertu farin að tala svolítið eins og þeir sem þú ert búin að vera varst í áður í hópi með og þú ert núna að díla því sem eru þeirra leið og eitthvað fyrir að tala sjávarútvegsmál á Íslandi, þá einhvern veginn eins og við viljum fara allir vilji bara fara henda í einhverjar óheftar veiðar og auðvitað sammála með fiskveiðistjórnarkerfi sem slíkt að það er haldið í horfinu og það er að vissuleyti gagnast ykkur verðmætasköpun og eitthvað, en vandamálið að það er svo mikið af götum og hólum innan þessa kerfis, bara regluverkinu það hvernig við ákveðum, hvernig þessi afli seldur, það vantar gegnsæi það er ekkert skýrt hvert kílóverðið í rauninni á fiskinn og hvað að þetta kerfi hefur gert það að verkum að nú eru einmitt þú veist, bæjarfélög út á landi sem að vilja fá þetta viðbjóðslega sjókveldi til þess einmitt að fá vinnu og hafa möguleikana á að halda búsetu áfram á þeim stað sem að fólki þykir vænt og er þeirra heimabyggð. Þannig að já, ég sammála það fáránlegt að láta sem þau sem að gagnrýna þetta kerfi, ekki síst vegna þeirra áhrifa sem að það hefur haft á lífskjör almennings á þessu landi sem að áður gat sótt vinnu og á vissum stöðum en getur það ekki lengur vegna þess að hlutinir eru einfaldlega bara teknir, bara búið afhenda á einhverjum aðilum og svo geta þeir bara fært hlutina til eins og þeim sýnist að við sem erum á móti þessu sem að tala fyrir ofveiðum og einmitt því að það sé farið með náttúru auðlindirnar okkar allra eins og eitthvað rausl að sjálfsögðu er það ekki svo. Ég er ekki að segja það Sólveig að það sé ekki hægt að afhenda einhverjum fámennum hópi, einhverju eignastjætt yfir ráðin, yfir lífi fólks. Já, þess vegna höfum við í Viðreisn, við höfum verið að leggja fram ítrekka frá frumvörp, meðal annars sem að taka á hámarks eignaraðild, gegnsæi, auknar kröfur, setja markað og svo framvegis. Þetta eru tillögur sem að við höfum verið að setja ítrekka fram fyrir utan okkar baráttu varðandi stjórnarskrána. Það sem að veldur mér núna áhyggjum er að hvað sem að það er samfylkingin eða aðri flokkar að það er verið að fara að gefa afslátt á tímabindingunni í sjávarútvegi. Mér finnst það miður. Ef það er raunin og þá bara einbytta sér að því sem að þú veist að jústir eitthvað gjald, þú veist, við getum verið með mismunandi leiði hvernig við finnum þetta sanngjarna gjald, en grundvallar prinsipið er tímabindingin til þess að tryggja réttindi þjóðarinnar yfir og ég vona að bæði samfylkingin og aðri flokkar tali skýrt í nákvæmlega því máli. Ég ætla að segja eitt til viðbótar, já, auðvitað er það risastórt mál, tímabindingin að sjálfsögðu, en það er náttúrulega ýmislegt fleira. Það er náttúrulega líka bara einmitt dýranýðið sem að þarna er verið að fremja og svo er það náttúrulega hættan á því að hér sé önnin óafturkræfur skaði á bara lífríkinu. Já. Ég er alveg sammála eins og til dæmis og þið tókuðu þetta ágætlega í heimildinni, það þarf að útskýra fyrir okkur í þinginu á hverju þessu var breytt frá því að var sett fram inn í samráðsgáttina yfir í að hvernig það kom síðan yfir til þingsins að það er verið að minnka kröfurnar, að það verið að gefa auki svigrúm fyrir fúskið sem að er algjörlega óafsakanlegt. Og það er ótrúlega sem við að verða rosalega sleppingar og allir standa bara á öndinni yfir því, það eru fréttir það og það var komið fréttir það að stofna sig hættu og það voru þetta viðbröð. Þetta er náttúrulega eitthvað mjög mikið. Sko, Smári, ég er að lesa dagskráatriðin hér og það er meðal þáttur sem kafli sem heitir mútur. Ég ætla aðeins að því að ég held að það sé svolítið eitthvað merkilegt að gerast sem er annars vegar búvörusamningurinn og hins vegar lagareldið sem afhjúpar núna á bara nokkrum vikum að ríkisvaldið á Íslandi þjónar blind sérhagsmunum og það er lítil vörn í svona pólitíkinni. Þetta afhjúpar líka rosalega veika ríkisstjórn því það er þetta, einmitt talandi jústera, það er þetta það er þetta að gera mjög mikið með mjög veika ríkisstjórn. Og við tölum kvótakerfið og þegar almenningur er spurður sem að lifir inn í þessu kerfi að þá segir að þetta sé maskína sem að flytur auð frá fjöldunum til fárra. Það er bara kemur í ljós, ég held að sé bara 80% af fólki sem er spurt að þessu til að vera þannig, til að vera gerspilt kerfi og það er ekki að því almenningur þekki ekki þetta kerfi, það er búið að lifa í þessu í 40 ár og veit allt þetta. En það sem þá stöndum við frammi fyrir því að við erum í einhverju á leiði forsetakosningar í samfélagi, það sem við horfum upp á að ríkisvaldið bara blint fyrir framan augun á okkur, þjónar bara
þess að þú kallar sérhagsmunni, ég myndi kannski kalla auðvaldið, ég veit ekki hvað þú kallar það, og við sjáum það að bara lýðræðiskerfið okkar er að bresta undan þessu, að þeir sem að vilja og frekjast áfram fá bara sitt, og þú mannstu þegar Katrín Oddsdóttir var var að lýsa lagareldisfrumvarpinu, þegar hún var að tala við eftirlitsstofnanir sem ættu að reyna að stoppa þetta, að þá fekk hún bara ekki almennileg svör, á hverju látið allt undan þeim sem að koma bara hann vildi þetta svo mikið, eitthvað svona, og þetta er bara raunverulega staðan á Íslandi, og við erum þá með og kvótakerfið sem er mikilvægasta kerfið sem að stjórnar því hvert auður fer, arðurinn af auðlindunum okkur sem er forseta þess að við getum haft almennilegt samfélag á Íslandi, er að við getum nýtt fiskimiðin, að forsetan, af því að við erum klettur í hafinu og allt það, og kannski getum við lifað ykkur túrisma. Þetta er svona forseta fyrir að við getum byggt upp gott samfélag. Við höfum mist þetta í hendurnar á örfáum sem að stjórna þessu og eiga þetta og fara með þetta eins og eiga það, sem hefur valdið gríðalegri auðsöfnun á þeim, þannig að þeir eru ekki bara hafa stjórnmálin í vasanum og fara bara sínu fram, eiga fjölmiðlana sem að vera vitna til áðan, kaupa upp alls konar fyrirtæki, þeir eiga Haga, þeir eiga Sjóvá, þeir eiga Eimskip sem að eru í stórkostlegur samsari gegn þjóðinni það að hækka siglingar til þess að þeir geti grætt sem mest. Þetta er staðan á samfélaginu í dag, og mér finnst það sem er að gerast í þinginu núna, kannski er það vegna þess að ríkisstjórnin er svona veik að allt í nú bara flæðir þetta allt saman í gegn og verður svona augljósara og eins og lagareldisfrumvarpi fyrir gegnum Svandísi, Katrínu og Bjarkey, sem ég veit alveg að það er heldur ekki fólki sem að treysti því að þetta verður þá fólk sem að geti staðið gegn þessu, en þetta bara flæðir í gegnum það. Og mér finnst þetta vera raunveruleiki sem að við erum að standa frammi fyrir núna, og við verðum bara að kunna ræða samfélagið eins og þeir. En það er alveg sem hvað við köllum þetta, en við getum örugglega kallað þetta sauðvaldið í þessu tilfelli með þessi búarlög, að ég meina, er það ekki alveg rétt, Þorgerður? Það er eiginlega algjörlega fordæmalaust að frumvarp eins og þetta frumvarp taki svona miklum breytingum á milli 2. og 3. umræðu í þinginu, sem eru bara í þessu tilfelli einhverjir 3 sólarhringar eða eitthvað. Það er ekkert mjög algengt. Nei, þetta er grundvallarbreyting. Þetta er grundvallarbreyting og ég man ekki eftir svona mikilli breytingu og svona vinnubröðum á milli 2. og 3. eins og er í þessu máli. En máttu við segja okkur þetta einhverju leiti út af því það er marg búið að ítreka þetta. Ég man þess að fá mánuði sem ég var í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, þá var þetta helsta krafa afurðastöðvana að breyta lögunum svona og þá benti ég á, nei, ég skil vel að þið þurfið að hagræða, þið þurfið að vinna og fá meira út úr fjármagninu, en það fariði leið samkeppniseftirlitsins, það er hægt, það er ekki þannig, og það er alltaf verið að segja að þetta er samkeppnisleiðin er svo heftandi, þau get ekki leyft þetta. Samkeppniseftirlitið heimilar ákveðna samvinnu ef að viðkomandi aðilar geta sýnt fram á að það sé þá á neytinda og það sé þá á bænda. Það gerðist meðal annars samruna á Kjarnafræði og Norlenska, þar sem að beinleiðis eftirlitið steig inn í og gerði stöðu meðal annars bænda í samskiptu við afurðastöðuna betri, skárri allavega. Og það sama er með, það heimilaði sameiginleg innkaup olíufélaganna á sínu tíma, af því að olíufélögin gátu sýnt fram á það að sameiginleg innkaup á tilteknu sviði væri til þess fallin að lækka verð til neytenda, sem að samkeppniseftirlitið síðan fylgdi eftir og það gekk eftir. Af hverju var það ekki hægt í þessu? Mínar upplýsingar voru þær að það voru ekki gefnar upplýsingar það var ekki hægt að afhenda gögn og þá er farin þessi fjallabaksleið sem að framsóknarmenn í gegnum tíðina hafa barist fyrir og einhverju hluta til framsóknarmennir í vinstri grænum sem að hafa vilja fara þessa leið og mér finnst þetta miður út af því það er margt líka auðvitað gott að gerast hjá afurðastöðunum og þær þurfa að lifa af, en farið eftir almennu leikreglum af því þær eru þá allra, ekki bara þá sumra og það er það sem að þessi þangagangur og þessi nálgun og þess vegna það er þess vegna sem að segir sem að þessi svona gömlu rótgrónu íhjálpsflokka verða bara að fá frí. Aðalmálið þessu er að þetta er lagt upp í þetta upphálega til þess að rétta stöðu bænda og sauðfjárbænda sérstaklega. Já. Það sem kemur út úr þessu er það að það er farið í breytingar á síðustu stundu, það sem er
það sem nú eru engir varnaglar fyrir bændur að fyrsta lagi að það skilir sér eitthvað þessari hagræðingu ef hún verður til þeirra. Það ekkert gagnsæi að því nú þetta líka því að þessar afurðastöðvar það eiga bæði slátrunina og vinnsluna og þetta nákvæmlega saman við síði sjávarútveginn og bændum hefur verið bara gjörsamlega ómögulegt að sjá hvernig verðmyndunin þarna á milli. Sem veldur því náttúrulega þeir geta aldrei gengið úr skuggum það á hvaða verðum hvort að verðindi þeirra eru að endurspegla eitthvað raunvirði. Það eina sem þeir sjá bara lambið sitt sem þeir fara með þarna inn og fá eitthvað borga fyrir það. Að því það eins og formaður bændasamtakana fyrirhundi sagði daginn, við verðum að fara að fá þá hreint hvað kostar að skjóta eitt lamb. Og þú veist, þetta hljómar auðvitað hræðilega en það samt, þú veist, við erum að því sannarlega. En við vitum það ekki. Og þarna og breytingin og ég meina formaður atvinnuveganendar, hann segir það bara í viðtali við Bændablaðið að eina rökunum fyrir þessari stóru breytingu hafi verið svo að menna alltaf átta sig á því á síðustu stundu að lögin hafi verið, að frumvarpið hafi verið þannig að það útilokaði KS og SS. Þetta erum við að tala sko bara rísa á matvælamarkaði og sko rísastóra innflutningsaðilega líka og þú veist, þá fyrir maður að hugsa með þessi býtu og svo þetta líka bara svo sorglegt út af því að ég tala á þennum velvild til bænda sko. Við höfum sagt, við erum tilbúin til þess að bæti í kerfið, ef það verður til þess að gera þennan landbúnað ekki bara sjálfbærari heldur líka rekstralega hagkvæmari, þannig að bændur, við vitum það alveg sem að heimsækju landið að bændur, þeir eru alltaf því sumi hverjir að lepja dauðin og skel. Það er ekki þannig að þetta sé best stæða stjætt landsins. Kúabændur margir hverjir sem hafa ekki farið í mikla fjárfestingar eða þurfa að standa fyrir miklu vaxtagreiðslum, þeir standa ágætlega. Aðrir hafa það bara ekki náðilega gott. Og það er það vitnisburður frábært kerfi sem heldur utan bændur og neytendur? Nei. Af hverju förum við þá ekki rólega í það að breyta kerfinu þannig að það raunverulega taki utan bændur og raunverulega taki utan markaðin sem skilir síðan bæði nýsköpun og fleira. Því það eru gríðarleg sóknarfæri fyrir íslenskan landbúnað. Svo getur líka bara hægt að fórn okkur fyrir þessa sauðkind sko. Það er ekki orðið full reynt, þetta eru 1000 ár sko, ég meina þetta er ekkert, þú veist, það er ekkert Þetta snýst ekki sauðkindina sko, þetta er það sem er gegnumgangandi að viðskiptalífið, svo kallaða, eða markaðurinn, hinn ríku í Íslandi, þá komist að því að samkeppni gagnast sér ekki neitt. Og þess vegna hafa við selt inn í stjórnkerfið að við höfum að stefna stærðarhagkvæmni, að stærðarhagkvæmni muni skila neytendum meiri hag sem er lygi og þess vegna erum við höfum leyft alls konar samþjöppun á öllum mörkuðum og við sitjum almúin í markaði hvort sem eru tryggingar, það eru 3, bankarnir 3, matvælakeðurnar 3, afurðastöðvarnar 3 og þess sem er bara samkomulega ykkur aðila að skipta á milli sín markaðnum og blóðmjólka samfélagið. Og síðan er hugmyndið svo að það var að ganga ennþá lengra. Við höfum bara að skipta fiskimiðunum, láta Samherja fá þetta, Brim fá þetta, við ætlum að skipta fjörðunum, láta norðmennina fá þetta og hverjir eru þarna, við látum þá fá eitthvað. Gott dæmi þetta með olíuna. Þannig að ef fólk heldur að það sé eitthvað svona kapitalismi snúist frjálsan markað, þá er það ekki svo. Kapitalismi snýst einokun og það er það sem við erum að horfa upp á. Við erum að yfirgefa frjálsan markað sem er kannski svona hugmyndunum sem að Þorbjörg Katrín hafði einhvern tímann kapitalismi snýst ekki einokun. Ef að kapitalismi á að virka, það þarf samkeppni. Og þetta er bara með fullri virðingu fyrir ykkur það sem þú varst að segja já, auðvitað, við erum verið að fá að banka. Þetta er ekki kapitalistar. Nei, þetta er ekki kapitalismi. Nei. Þeir sem eiga peningana. 3 banka, 3 tryggingar. Þetta eru kapitalistar og kapitalismin, fái hann að fungera með svona þetta er rosa þægilegt að þetta er bara sannleikurinn, þá hefur hann tendens og það er bara staðreind til þess að fara í þessa átt. Það er ekki svo sósíalismi hafi ekki tendens til að fara í ákveðna átt sem er kannski ekki endilega hot. Það getur vel verið að þið haldið að frjáls hér sósíalismi, það er alltaf umræða en það er rétt með Gunnarsson að segja þetta er kapitalismi, hann hefur þessar tilhneigingar, þær eru að spilast út núna, hann getur ekki látið þessar tilhneigingar sínar birtast nema með því að hafa það sem kallur veik stjórnvöld, sem er ekkit veik stjórnvöld heldur bara það sem að
kerfið vill að láti gerast. Stjórnvöld sem eru framkvæmda armur þeirra sem að í raun eiga samfélagið. Ég ætla aðeins að fá að klára því þið verður svo æst þegar ég sagði að sko kapitalismi geti verið vondur. Ekki Helgi, Jú, ég var mjög æstur að þetta engin kapitalismi. Þetta bara tækifærismenn. Ég veit að þið haldið að hinn svokallaði tækifærismennska og arðráð blanda saman. Ég veit að þið haldið hinn svokallaði frjálsi markaður sem ég kem með gulrætuna mínar á markað og þú dómatana og svo skiptum við á þessi kapitalismi. Það ekki kapitalismi. Kapitalismi heitir það þegar henni ríku stjórna samfélaginu og þegar henni ríku stjórna samfélaginu eins og við erum í núna, hvað gera þeir? Þeir búa til fákeppni og einokun til þess að hámarka gróða sinn. Þeir deila út öllum gæðum í kvóta sem þeir fá til sín og þurfa ekki að borga fyrir það. Það erum við að horfa upp á í dag. Þessi eitthvað svona að blanda saman eitthvað, þú veist hvernig fólk skiptir á kaupir og selur notaða bíla, kemur kapitalisman ekki til. En ég ætla að nefna eitt dæmi að því Þorgeir var að tala með olíuna. Það er náttúrulega ótrúlega fyndið í þessu landi að við skulum vera með að það hefur orðið til þrjú olíufyrirtæki sem voru komin voru náttúrulega öll í einkaeigu og við svo lífeyrissjóðarnir að pumpa inn í það náttúrulega fullu eins og var gert með öll þessi fyrirtæki og svo kom einhverju gæjar með 10% og ráða öll í þessum fyrirtækjum en enga síður, þá var það þannig hérna að það var í held ég 10 eða 12 ár þá voru einhverju kallar hérna að sína sig sem einhverja töffara sem voru forstjórar í einhverjum olíufélögum sem voru þegar á reyndi bara umboðsmenn fyrir ríkisolíufyrirtæki Noregi. Þeir voru allir að kaupa olíuna sína frá Normunum og að endur selja hana hérna, þú veist, í einhverjum dýrum sjoppum. Það er bara, við höfum getað gert bara samning, við alveg eins, bara, þú veist, lokað hellinga sem bensínstöðu, nota tækifærið, það er alltaf verið að tala um hagræðingu og bara sett upp sjálfsala frá hvað heitir þetta norska dæmi núna? Samvinnufélag bifreiðaeigenda, bara haft sína eigin bensín. Já, bara Statoil var bara basically að selja okkur allar olíu. En svo að það ekki hægt vegna þess að til þess að geta, til þess að almenningur geti komið sér saman og gert eitthvað svona, búið til eitthvað samvinnufélag, þá þarftu fjármagn og þú átt ekkert fjármagn af því að þú ert ekki kapitalismi. En þeir sem eiga fjármagni, þeir geta gert þetta og svo endan fólk reynir svona hluti. Fyrir ofan þig í gildi til dæmis. Eigum við ekki pening og eigum fullt af peningum? Henni fyrir neðan. Já, þess þá heldur. Já, en ég ætla fyrst að tala um gildi, þá ætla ég að segja hérna góða skemmtilega sögu, góða og skemmtilega áhugaverða sögu af því hvernig svona virkar til dæmis fyrir okkur. Eflingu sem er langstærsta félagið sem á aðgildi, við erum með langflesta félagsmanna. Við fyrir með ársfund gildi sem daginn. Og þar er maður sem að ber fram, ekki einn af okkar félögum, maður sem ber fram flotta tillögu það að stjórn gildis beiti sér fyrir því að það fari fram rannsókn á Íslandsbanka málinu og ég get því miður hér ekki þulið nákvæmlega út á hvað þetta gekk en þetta var greinlega vel undirbúið og svo framvegis. Þannig að þá að fara fram atkvæðagreiðsla og þá standa samtök atvinnulífsins upp og segja já, ef það á að fara fram atkvæðagreiðsla þá þarf að vera skipt atkvæðagreiðsla. Já, hvað er það, hugsum við? Þá þýðir það að við, fulltrúaráðið, fulltrúar alþjóðnar, við greiðum atkvæði tillögu þessa einstaklings. Hún er samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta í okkar hóp, samtök atvinnulífsins, samtök atvinnurekenda sem eiga þarna fulltrúa með kosningarétt. Þau greiða atkvæði, þetta er fellt þar og þá fer þetta ekki í gegn. Þannig að þetta er nú all völdin sem við höfum með þessu fyrirbæri, þannig að það er alveg sama hvar við komum og alveg sama hvað við reynum að gera. Allstaðar er búið að setja upp stórkostlega þröskulda til þess að tryggja að lýðræðislega aðkoma okkar yfir því að stjórna þessum milljörðum sé því sem næst engin. Ég ætla að draga hérna fram og það kemur ykkur kannski ekki óvart. Það er ójöfniður í íslensku samfélagi og eitt helsta ójöfnaðartækið er íslenska krónan. Og þið eru að tala hérna, mér snefnilega svo ágætt og þú segir þuldur upp á, við erum með 3 banka, 3 tryggingafélög, eitthvað verslunarkeðjur og svo framvegis. Þetta er stærsta hindrunin fyrir því að því við erum í íslensku krónuna, að við fáum hér erlenda samkeppni. Ég trú á samkeppni, ég tel að samkeppni sé eitt af besta sem kemur fyrir almenningi í landinu. En við fáum ekki samkeppnina í gegnum bankakerfi með við erum í íslenska krónu. Við fáum ekki erlenda banka hérna af því þeim finnst þetta bara lítill markaður og allt og riski. Við erum með háa verðbólgu, við erum með lengur viðvarandi verðbólgu hér út af því við erum ekki bara með handónund stjórnvöld sem stjórna þessu ríkisbatteríi og ríkissjóði, heldur út af því við erum með þessa krónu og þetta stjórntæki. Við erum með alltaf 3 sinnum hærri vexti
alltaf, hvort sem þeir fara niður í 4% eða eru núna eins og þeir eru í húsnæðisvextir í 11 eða 12%. Þannig að það tæki ójafnaðar sem að við þurfum helst að íta út og fá almennilegt tæki hvort sem það evra eða eitthvað annað. Ég náttúrulega tala fyrir evru. Þannig að það rót vandans og mér finnst stundum svo erfitt. Þess vegna fagnaði ég með tillögunni frá honum Villa Birgis að fá erlenda sérfræðinga, þú veist, þó ég vilji ganga bara skrefinu lengra, en hann þó að átta sig á því, að því hann líka í snertingu við sína umbjóðendur eins og Sólveig Anna, og segir bara, heyrðu, við verðum að leita annarra leiða, og að ríkisstjórnin og samtök atvinnulífsins, talandi eða Borgartún 35, sem að einu sinni þorði að nefna evru og Evrópusambandið, það má ekki lengur í því húsi, að þau skuli ekki hafa tekið undir þessa tillögu Vilhjálms það að fá erlenda sérfræðinga, óháðar sérfræðinga til þess að fara yfir gjaldmiðlun okkar. Þetta stærsta meinsemd í íslensku samfélagi, því með að við erum með þennan gjaldmiðl, þá fáum við ekki þessa samkeppni og við erum alltaf með ákveðin hóp útflutningsfyrirtækja, 42% þeirra sem að vextinni sterkt á því ekki. Og það bara fínt. Við þurfum að vera í samkeppni á erlendri grundi, við þurfum bara að fá allt íslenskt samfélag á sama stað og með að við komast ekki lengra og segja bara að það flokkar sem segja, við ætlum ekki að tala um þetta næstu 8 árin eða þetta ekki á dagskrá, þá verður alltaf ójöfnur í íslensku samfélagi. Það verður náttúrulega ójöfnur í íslensku samfélagi þá verður skipt gjaldmiðil. Ef þú horfir til Evrópu og skoðar þau lönd þar sem að evran þá ertu aldrei að fara að finna land þar sem þú finnur ekki ójöfnu. Þú finnur ekki land þar sem að það ekki töluvert til dæmis meira atvinnuleysi en hér ekki það. Ég ætla hér bara að tala fyrir Viltu ekki taka niður húsnæðiskostnað íslenskra heimila sem stærsti? Ég hef velt þessu mikið fyrir mér og ég hef verið mikill andstæðingur Evrópusambandsins af ýmsum ástæðum. Fyrst og fremst sögum þess að Evrópusambandið líkt og okkar einn stjórnvöld framkvæmda armur auðvaldsins og passar upp á það að arðránið sé framkvæmt með réttum hætti. En ég algjörlega til í það að skoða það með algjörlega opnum huga hvort að það væri betra fyrir okkur að taka upp að annan gjaldmiðil, sannarlega, og ef að það væri hægt að sýna fram á það fyrir mig og fyrir félagsfólk mitt í Eflingu að það kemur sér betur, þá væri ég tilbúin til þess að stíga það skref. En ég myndi aldrei láta mig detta til hugar að segja þau ósannindi við það fólk að það væri að fara að frelsa þau undan þeirri kúun sem að þau hér búa við, vegna þess að það væri ósannindi, pluss það að risastór hópur Eflingarfólk sem þetta bara horfa á mig og hlæja vegna þess að þau eru komin hingað til þess að flýja ástandið sem að ríkir í þeim löndum þar sem að þau hafa fæst, sem að mörg hver nota evruna og eru í Evrópusambandinu. Við erum alltaf að fara landið og þegar maður fer eins og til Seyðisfjörð þar sem mikil umræðum göng eða við heimsækjum lögregluna, það vantar fjölgun í lögreglunni. Allt þetta fjármagn sem við þurfum á að halda. Og svo benda til að mynda eitt seyðfirðingur sem ég talaði við daginn, að sagði, Færeyingar geta borað gutt á annað hvert fjall. Á hverju getum við það ekki? Við getum það alveg. Við erum bara með 40 milljarða króna gjaldeyrisforða á hverju ári sem það kostar. Við erum með 80 milljarða vaxtagreiðslur út af íslensku krónunni. Ég hefði viljað nota þennan pening. Og þetta hluta því sem við erum að segja, hvernig við til lengri tíma, til skemmri tíma þurfum að fara í aðrar aðgerðir, en til lengri tíma erum við að tala það fjármagn sem við þurfum í heilbrigðiskerfið, í lögregluna, í innviðina. Það það sem við þurfum. Þetta eru milljarðar sem að íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að setja frekar í að viðhalda gagnslausum gjaldmiðli upp á 10 milljarða í stað fyrir að setja þetta í eitthvað sem skynsamt sem að styður síðan fjölskyldur og launþega hreyfinguna. En þið munir líka þetta, það var alltaf verið að tala um snjóhengjur hérna á Íslandi. Við erum erlendar snjóhengjur. Hvaða snjóhengjur eigum við ekki hérna á Íslandi? Hvað með þetta kosningaloforð Framsóknarflokksins frá 2003 húsnæðislánin, þessi ÍL-sjóður sem núna til? Það engin smá pakki. 400 milljarða pluss. Já, ég meina þetta hangir yfir okkur. Ríkisstjórnin vill að lífeyrisþegar einir greiðir meðan að það verður einhvern veginn að dreifa byrðunum jafnar. Það verður að gera það. En sko, við erum komið fram við tíma. Þetta er leikt á hæstan stendur. En ég lærði eitt af þessu þætti að það gaman að kasta þetta inn K-orðinu sem kapitalismi. Já, það líka bara svo gaman að vera hér og tala
gegn ykkur í þessu. Það ekki? Jú, það er miklu skemmtilega að vera kommunisti á í Valhöll og kapitalisti hér, öfugt. Þeir eru þar í tunnum í kjallaranum. Já, blundar svo mikið fól í mér finnst þetta skemmtilegt. Það er gott að þú segir það. Sólveigana, Helgi Seljan og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, takk ykkur öllum fyrir komuna og 4 árum ráður. Takk. Og þá komið okkur. Já, við sittum eftir. Eftir augnablik sittum við 2 eftir. Já. Og svo koma hingað góði gestir, ég ætlum kannski að segja frá því að svo fólk slökku ekki á þegar við byrjum að tala saman. En ég ætla að tala um annað mál sem er stórt í þinginu, það er ekki bara lagareldið, heldur að það breytingar á almannatryggingum sem er gríðarlega stórt mál og það koma hingað Svava Arnardóttir sem er formaður Geðhjálpar, Alma Ýr Ingólfsdóttir sem er formaður ÖBÍ og Unnur Helga Óttarsdóttir sem er formaður Þroskahjálpar og þau halda utanum það fólkið sem að málið skiptir í þessu, sem að vill svo til að öfugt við þegar verið að breyta lögum fiskeldi eða eitthvað slíkt að þá er talað náttúrulega við það sem að reka fiskeldið og voru svo kallar hagaðilar en í þessu tilfelli þá er ekki rætt við hagaðilarna sem eru öryrkjarnir sem að þurfa að lifa á lífeitnum Hátúnið sko. Já, þau bara stjórnum ákveð það tala ekkert við þetta fólk heldur að við ætlum að tala við þau og heyra hvaða álitu hafa á breytingum. Það er bræðrablús eftir augnablik. Samstöðu tónleikar og söfnun fyrir Palestínu í Háskólabíói 7. maí. Framkoma Ásgeir Trausti, GTRM, Una Torfa, Ellen Kristjánsdóttir, Eyþór Gunnarsson, Systur, MC Gauti, Svala, Leiló, Pálmi Gunnarsson, Sigríður Thorlacius og Tár. Allur ágóði rennur til mannúðaraðstoðar á Gaza með hjálp Rauða krossins og UNICEF á Íslandi. Miðar á tix.is. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, velkomin aftur, við sitjum eftir bræðunir og ætlum að svona taka stöðun á pólitík. Komið svolítið óvart að þingi verður alveg þangað til að bara vika eftir í kosningar. Já. Það eru 3 vikur eftir að þinginu. Já. Ég held að þingi minn bara sofna á leiðinni. Nei, þau kom aftur saman eftir kosningar. Já, svo komum við aftur. Já. En þessar 3 vikur sem eru núna fram að kosningum, sem athyglinni svolítið í allavega umræðinni, farin yfir á forstakosningar. Það sjálfsögðu. Þannig ég veit ekki, ekki ætla að vera að klára eins og lagareldið og svona fyrir forstakostingar. Heldur það? Ég veit ekki hvort þeir náið því bara. Nema miklum breytingum. Það er oft sem að það ætlar að tróða einhverju ógislegu, þá gerur það þeirra athyglinni annars þar. Þannig að síðasta vikan geti verið freistandi. En Bjarkey var búin að segja eitthvað staði núna að það gæti verið að vera ekki til eilíða núna sem að leyfin vera veitt
En svo náttúrulega auðlindagjaldið þessu sem ég manni hvort að það eitthvað komið fram, hvort að ég breyta því, hvort að við mikið að fái Sáralítið. Það er margt í þessu frumvarpi sko, sem slæmt fyrir utan þetta með til eilífar. Já. Þannig að einhverjir hafa verið hérna sem hefur fengið heimsókn verið að svona í að því að þetta hefur verið sett inn sem svona þannig allir færu að gjamma á þetta og svo segir, heyrðu, já, við sjáum núna að þetta voru mistök og höfum þetta 16 ár sem raunverulega hérna, til eilíðar sko. Eins og í kvótanum í sjávarútvegi þetta raunverulega úthlutað eins og ári en ég meina reyndin svo að við gáfum fiskveiðiauðlindina hérna örfáum fjölskyldum eða hérna og fáum fyrir það eitthvað sáralítinn kannski 12% af auðlindarentunni. Já. Og það stefnir að óbreyttu í annað eins annað. Þú segir að það kemur eitthvað að það eru 16 ára og það kemur eitthvað svona auðlindagjald á þetta og síðan eru búin með svo tökin á þessu. Já, ég man ekki hverja hann sagði hérna verðbúðum 2. Jú, sem að hérna. Nei, það var heldur bara niður í þingi eða eitthvað starf, ég heyrði þetta bara að mér fannst það svona, já, Jóhann Páll að mér fannst það góð lýsing að því að þeir eru bara að lýsa sko tilfinningu þjóðar sem að býr við það að sko hérna, ríkisvaldið alltaf að reka hagsmuni sérhagsmunina, ef við vilt kalla það eða kapitalismar sem við vilt sprengja upp umræðuna þá þetta tilfinning sem fólk hefur. Já, það virkar hannig. Bæði þessi 2 mál sem við ræddum hérna undir kaflanum svona stjórnmál. Já, hryllileg mál. Já, búvörulögin og þetta lagareldi, þetta ljót birtingamynd. Já, afhjúpar það fyrir hverja hérna, ríkisstjórnin og þar með Alþingi, því að Alþingi bara undir hælnum á ríkisstjórninni fyrir hvað að vinna. Já, en hérna forseta umræðunar að þá fannst mér og greinlega mörgum öðrum að Halla Hrund var ekki í stuði þarna. Nei, ég held að hún sé sko, hún komin fremst og það erfitt og þá hérna það svolítið stökk sko, að vera svona nýi sem enginn þekkir kemur inn bara eins og vorið og hérna, fersku blæri með henni, hún ekki með sömu fortíð og Katrín eða Jón Gnarr eða meira sér Halla Tómasar sko. En hún kemur hann inn og nýtur þess svolítið, svo allt í einu hún komin fremst og þá bara snúa sér allir að henni og hún þarf að fá svona, og það eitt í þessu sko, það meira en að segja það að fá til dæmis svona eins og fréttirnar í Mogganum hafa verið að það sé ykkur stórkostið spillingan á bakvið að þú veist, það hægt að segja svo sögu þannig að hún að vinna hér og þar í lífinu og fólki sem hún vinnur með fer og styður hann í forsetaframboð sem ætti að vera jákvætt. Moggi stillir þessu upp að þetta sé spilling eins og þetta hafi verið plan þegar hún réð eitthvað sko fyrir 2 árum í Orkustofnun. Það hafi verið planið að Guðni myndi segja af sér og þess vegna þetta raunverulega peningar almenning sem hún að nota til þess að byggja undir kosningabaráttu sem bara það ekki rétt að segja að hún hafi sagt af sér, hún var ekkert að því. Nei, hérna Guðni sagði ekki af sér. En hérna við sögum það báður í takt og fyrir svona manneskju sem kannski ekki vön hitanum þó að hún hafi svolítið fengið svona smjörþefin að því í hérna, hún var mjög ákveðin í því að tala fyrir frumvarpi sem lá inn í þinginu sem átt að tryggja forgang almennings og svona venjulegra fyrirtækja, ekki stóriðunar að rafmagni, að hún stóð í svona svolítið hérna hún var að fást við þessa sömu skrýpsladild sem að var að saka að ætla að verða einhver skömmtunarstjóri og taka sér völdin af markanum sem á alltaf að koma með bestu niðurstöðunar, ríkisingrip og bla bla bla, þannig að hún fekk svona smá smjörþef en það meira en að segja það fyrir venjulegt fólk að lenda í þessu sko. Ég var hugsað þegar ég fór út með hann lopa minn í morgun sko að þetta Mogganum og Morgunblaðið fyrst og fremst sko blað sambands eldri sjálfstæðismanna. Það sko meðalaldur áskrifundur örugglega mjög hár. Það blað útgerðarinnar fyrst og fremst. Já, nei, ég segi líka lesendahópurinn sko. Ég að tala að ég held að sko til dæmis fólki svona kynslóðin fyrir neðan okkur en að börnin okkar ekkert að segja ertu búin að sjá þetta í Mogganum. Ég bara man ekki eftir því þó að sko öll mín börn hafi vunnið mikið við fjölmiðla. Ég man aldrei eftir að segja heyrðu pabbi, ertu búin að sjá þetta í Mogganum? Ég aldrei held ég. Það aldrei veitna igjen.
enda sko í heildarlestri, þú varst við vorum saman á Pressunni í gamla dag, man ekki hvernig við fórum hann inn, 89 eða eitthvað. Nei, 91, þetta var svona götublað og lesturinn á Mogganum í dag minna heldur en lestur á Pressunni þegar við vorum og þá var pressan við litið á Pressunum sem algjört jaðarfyrirbyrgið í íslensku samfélagi. Við gátum stundum náð einhverju svona slætti og einmitt orðið sko talk of the town, það sem við vorum að gera en við vorum á jaðri samfélagsins sko. Moggin þar sko. Hann er með veikari stöðu heldur en við vorum með þegar við vorum á Pressunni. Þannig að Moggin er eiginlega bara grína vitni hann eins og eitthvað stofnun í íslensku samfélagi sko. Nei, ég er að segja það. Þetta er hérna svona sko, það skoðanakannanir sýna þetta líka að kjósendur Katrínar eru úr þessum hópi sko. Það er eiginlega bara það er svo fyrst og síðast en ekki bara ekki einvörðungu en að langstæstu hluta koma hennar fylgjendur úr röðum Sjálfstæðisflokksins af því hann er stæðstur, svo Framsóknar og svo VG og það eru fyrst og fremst fólk sem er svona 60 plus og sem er eiginlega ræktarsvæði Davíðs Oddssonar sem er svona fjara undan Svo er það náttúrulega líka svona ef maður sér að því að maður sér það á Facebook maður kíkir inn á Facebook og þá sér maður fólk svona vera að merkja sig frambúðum og mér finnst svolítið áberandi að þeir sem eru að merkja sig Katrínu eru svona það sem maður geti kallað svona elíta, það er ekki bara auðvaldið að stjórnmálaelítan heldur er það svona menntaelítan og mikið af svona fólki sem er í svona stjórnsýslunni svona í kringum stjórnmálin sem lifir raunverulega á því að þjóna valdastéttinni. Þau eru mjög ánægð með hana. Já, ég það er eðlilegt kannski sem sagt að sko Vinstri græn hafa ekki verið neitt verkamannaflokkur en þau hafa verið svona háskóla feminískir og þannig að það væri bara skárra en þau fengi ekki stuðningu þessum hópi. Já. Sko, það nefna þetta, að því ég skoða þetta á síðan tíma, maður getur gert þetta gennum kosningarannsóknar, þess að hvenar fara vinstri flokkarnir og missa, sem þú kallar svona alþýðu fylgi. Og það gerist undan með samfylkinguna, bara eiginlega upp úr aldamótum. Og þá hættir hún að sækja fylgi sitt til sko lægst launuðu stéttana í samfélaginu. Og náttúrulega þegar Jóhanna fer sem að oft hafði góða tengingu við öryrkja kemur úr verkalýðshreyfingunni, var í verkalýðsbaráttu og ráðstöðu ættir til hennar líka. Heldur betur. Að svona eftir 2003, 2007 eiginlega samfélkingin engin tengsl við svona verkalýðsstétt. Nei, samfélkingin. Það gerir seinna með VG. Það gerir því fyrir en eftir hrun. Þannig að VG hafði meiri tengsl við, eða það var eitthvað við hvernig VG talaði sem að höfðaði meira til hagsmunabaráttu lægst settu eða með lægstu tekjurnar. Samfélkingin rofnaði þarna undan en kannski svona 2013, 2016 þá rofnaði þetta og verður eins og þú ert að lýsa. Þetta er sett demokrataflokkin í Bandaríkjunum. Hann var alltaf stéttaflokkur, hann var flokkurinn að vinna til stétta. Nú er hann sko flokkurinn að tala til stétta. Þannig að hann er elítuflokkur og að sömuleyti málu sjá það í VG. Já, sko það er svolítið merkilegt. Marin Njálsson, hann skrifaði grein þetta nýja almannatryggingakerfi og bara hann hakkaði í sig sko. Alveg kolrand, algjör misskilningur og Guðmundur Ingi Guðbrandsson, formaður Vinstri grænna og félagsmálaráðherra, hann boðaði hann til sín sem er nú vel gert sko. Vel gert. Já, og svo skrifa maður nú eftir fundin að bara ráðana skilur þetta ekki hann veit ekki hvað hann er að tala Það kemur í ljós hérna á þriðjudaginn því að Guðmundur Ingi Guðbrandsson ætlar að koma hingað og verður með hann við rauðaborðið þá kvöldið. Og þess vegna er gaman að því að við ætlum að tala hérna við formennina í þessum félögum öryrkja og því að við teljum þetta að vera eitt af sko stóru málunum með það að hann fengi alveg furðulega litla umfjöldun annars þar, því miður. Það er bara hvar, sko, þetta er orðið sko fjölmiðla landslægið er þannig að það er ekkert svo margi sem er í svona fljótandi fréttum, sko. Það er Moggi sem vorum að nefna og MBL og Vísir. Rúv og Vísir. Já,
svo það bara búið. Og heimildir rennur sér inn í svona einstökum mál eins og... Já, þú fer ekki að svona... Til þess að gera þess að þú ert að lýsa, að geta verið bara að fylgja eftir málum, það þarf að hafa sko 40-50 manna ritstjórn sko, til að gera það vel. Nei. Ég veit að þú getur gert það, en ég meina þú ætlar að fylgjast með öllum málum. Já, öllum málum, þetta stórmál. Já, þú þarft að vera með vaktir og þú þarft að vera með fréttir helgarna líka út af netinu núna, þannig að ég held þetta sé... Nei, sko, þetta má vera, getur verið netmiðl, þarf ekki vera að fylgja málun eftir alla daga, heldur, en ég bara, þú hefur sjálfur og við höfum báðir verið að stjórna ritstjórnum og verið sjálfur vinnandi sko við tölvunar, að þú fylgir mál eftir og leður byrja að fylgja eftir, þá veistu svolítið mikið það, kemur vitneskja, þá var alltaf auðveldara og auðveldara, ef þetta er rétt hjá Marino, sem hann búin að skrifa marga greinar og held ég að sé bara alveg óumdeildur í þessu sem hann að gera að bara segja ráðherrann skilur ekki frumvarpi sem hann að leggja fram það er bara grafalvarlegt mál ef rétt er sko. Það er málið eitt í þessu nú er þetta að fara í gegnum þing og ég heyri það því ég tala við til þess Ölmu Írum þetta sem er formaður ÖBÍ og þá er óttinn sagði að þetta fari gennum þingið án þess að fólk setji sig inn í þetta vegna þess að undanfarin svona 20 ár hefur því verið haldið fram að almannatryggingalögin sé svo flókin að bara skilur þetta ekki nokkuð maður nema Pétur Blöndal og hann er dáinn þannig það er eiginlega stemmingin í þinginu þannig að þetta kemur inn í þingið og það er eiginlega engin þingflokkana tekur þetta alvarlega finnst þetta eitthvað að vera voðalega flókið og engin sem tekur sig inn í þetta og hættan er svo að þetta renni bara gennum þingið án þess að fá reynilega nokkra umræðu þetta var búið til án þess að fara í gegnum umræðu í þessum félögum því að þau ráðherrann kom og kynnti þetta og svo leist honum bara ekki á viðbröðin og síðan bara var frumvarpi bara búið til í ráðuneytinu kveikjan af þessari kröfum endurskoðun kom fyrir nokkrum árum úr samtökum atvinnulífsins þau vorum að tala um það, völd þeirra og ég mani þegar Vili Egils var framkvæmdastjóri þar, hann var mikill áhugamaður að koma í gegn starfsgetumati og það er hvatinn af þessu að við verðum að finna einhverja leið til þess að fækka öryrkjum og þeir sem eru öryrkjar og eru í formennsku fyrir þessu félögum vita að það er ekki, raunhæf leið því að eina leiðin þegar þú ætlar að fækka öryrkjum þá bara þrengjur að því þannig að það verður hellinga fólki sem er veikt, fatlað, tímabundið eða langvarandi sem að færi enga afkomu að því að færi ekki úthlutaðar bæturnar sem á að vera öryggisnetið okkar þannig að það er fólk sem að fellur og heldur öryggisnetið grípur sig það bara lendir út af einhverjum hugmyndum sem að verða til inn í samtökum atvinnulífsins að við verðum að stoppa ásókn fólks í því að verða fátækir öryrkjar sem er bara eitthvað dellum þannig að það er verið til og þingið og síðan hefur verið þessi áróður að þetta sé svo flókið og erfitt að setja sig inn í þetta sem ég held að sé ekki þú getur bara að tala við nokkra öryrkja ef þú til þess þingmaður talaði við svona kannski bara 3-4 viku í svona 3 mánuði þá færðu svona þokkalega innsýn inn í þetta þú getur farið inn í reiknivélanar og sagt býtu ef að ég er svona og svona hvernig er staða mín og svona en segjum ég sem er tekjur og smátt og færðu svona sans fyrir þessu en ég held að sé bara ég veit ekki hvaða þingmaður er sem að dunda sig við þetta með að setja sig inn í bara ótrúlegt hagsmunamál hjá svona 20.000 manns og börnum þess mjög mikið hagsmunamál vegna fátæktarinnar sem þetta fólk byrjið ein megin ástæða fyrir því að hér alast börn upp í fátækt er ágallin í þessu kerfi svo var hann að hitta á frestaði gildistökunni í 10 mánuði til þess að fjármagna aðgerðir til þess að koma kjarasamningunum í gegn sem er náttúrulega það var að segja að fyrir ekki að hún Sólveig Anna tók þetta frá ykkur Herðu, ég er að fara annað þú ert að fara í barnaafmæli og ég bara bið að hilsa barnabörnunum þínu takk fyrir það en ég ætla að sitja aðeins lengur og fá 3 formenn hagsmunasamtaka öryrkja þroskahjálpar, geðhjálpar og ÖBÍ hér eftir örskamastund. Samstöðu tónleikar og söfnun fyrir Palestínu í Háskólabíói 7. maí. Framkoma Ásgeir Trausti, GTRN, Una Torfa, Ellen Kristjánsdóttir, Eyþór Gunnarsson, Systur, MC Gauti, Svala, Leiló, Pálmi Gunnarsson, Sigríður Thorlacius og Tár. Allur ágóði rennur til mannúðaraðstoðar á Gaza með hjálp Rauða krossins og UNICEF á Íslandi. Miðar á tix.is.
Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Allir þættir samstæðuverinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Velkomin á samstöðina. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, þá ætlum við að ræða almannatryggingar en það liggur fyrir í Alþingi breytingarnar á þeim kerfum öllum og hingað eru komnar konur sem allar eru formenn í hagsmunasamtökum þeirra sem að máli snýst um. Hérna Alma Ýr Ingólfsdóttir sem formaður ÖBÍ,
Svafa Arnardóttir sem formaður Geðhjálpar og Unnur Helga Óttarsdóttir formaður Þorskahjálpar. Við erum alltaf velkomnar. Takk fyrir. Ef ekki má ég byrja hérna á þér, Unnur, af því að Alma var nýverið hjá mér að ræða þessi mál. Hvernig líst þér á það? Heyrðu, mér líst bara, kerfisbreytingarnar eru mjög nauðsynlegar. Almannatryggingakerfi eins og það er í dag, það er mjög flókið, mjög svona ógagsætt og svona ekki þjónandi fyrir okkar fólk. Þannig að við styðjum breytingarnar, kerfislegu breytingarnar, en áherslurnar mættu vera aðrar. Sko, það er verið að leggja mjög mikla, það er verið að leggja áherslu á að fólk hafi tækifæri til þess að vinna og ég skil það vel. Það eru mjög mikilvægt fyrir fatlað fólk að geta komast út af vinnumarkaðinn til að vera þátttakendur bara í þjóðfélaginu. En þetta frumvarp, það er verið að gleyma fólki sem að getur alls ekki verið á vinnumarkaðnum vegna fötlun sinnar. Og mér finnst það verið að skilja eftir. En stendur það fólk sem að þá stendur verst, stendur það verð eftir breytingar? Sko, við megum deilum það. Samkvæmt frumvarpinu, þá mun þessi hópur hækka 4.020 krónur eftir 16 mánuði. Það getur við reiknað. Hvað þýðir það að því að við erum í verðbólgu og svona, það getur bara verið horfið á 2 mánuðum? Já. Þannig að mögulega kemur þessi hóp út í mínus eftir 16 mánuði. En við höfum svona vakið mest athygli á því og við viljum að þessi hópur fái hærri hækkun. Þeir sem að mest þyrftu á því að halda, sem að búa við lögurskjölu. Svafa, Hvaða hugmyndir höfum við frumvarpið? Ég tek undir með Unni, bæði það að það er mikil þörf á kerfisbreytingu. Við vitum að núverandi fyrirkomulag er ekki að virka sem skildi og mörg sem falla á milli skips og bryggju. Þetta kerfi hefur verið flókið og mikill baggi á mörgum. Þannig að klárlega er komin tím til að breyta og það eru margar breytingar í þessu frumvarpi sem að vert er að gera. Til dæmis verið að lengja tímabilið til endurhæfingarlífeyris. Það er verið að samhæfa kerfið, að tala að kerfið tali saman þannig að fólk sé ekki jafn mikið að landi því að gleymast eða falla á milli. Já, þegar þú ert búin með endurhæfinguna og búin að klára réttinn til endurhæfingarlífeyris að þá líða, ég hef talað við konu sem ég held að liði 3 mánuðir, þá hún komst inn á lífeyrinn og hún var náttúrulega bara á Guð og gallinum á meðan. Já. Og bæði það og líka ef þú ert að leita þjónustu á einum stað og líkur þeirri þjónustu og ert að skipta á milli að þau kerfi að geta að tala meira saman eftir þessar breytingar. En þetta er klárlega ekki fullkomið frumvarp eða ýmislegt sem þarf að huga að eins og Unnur nefndi núna áðan að þá er þetta klárlega ekki til kjarabóta, einhverja umtalsverða kjarabóta fyrir hópinn. En það eru aðrir hlutir sem eru jákvæðir. Ber þar að nefna til dæmis tækifæri og stuðning til þess að fara út á vinnumarkað fyrir þau sem geta og treysta sér til. Og finna vinnu. Já, og það er mikilvægt að þetta sé unnið vel, bæði að vinnuveitendur sjá sér færsta að veita fólki þessi hlutastörf sem dæmi eða fullstörf, að taka móti þessum mannafla sem kemur til vinnu, en líka að þetta sé gert þann hátt að fólk finni sér tilbúið og treysti sér í þessi skref, að það sé ekki þvingun eða neyð sem að rekur þau í þessi mikilvægu skref. Við vitum að mörg hver fá örorkubætur og gætu seinna meir náð góðum bata og góðri líðan langar taka sér skref aftur á vinnumarkað en hafa einhvern veginn einangrast heima af okkar hópi sem er að glíma við andlegar áskoranir. Þá vantar hennar stuðning og það sé einhverju sem að leita til þín og segja hvar liggja þínir styrkleikar og þitt áhugasvið, hvað langar þið að vinna við og við finnum eitthvað og styðjum þið í þessum skrefum aftur á vinnumarkaðinn. Það er ekki bara hægt að í rauninni hrinda fólki þangað og þetta frumvarpi snúist þær breytingar eins og bara starfsgetummatið var gagnrýnt á þessum tíma að það væri verið að neyða fólk eða svelta fólk til þess að það neyttist til þess að fara á vinnumarkaðinn, ekki vegna til að gata þess að bara þurfti þess til þess að bara
bara hafa ísu á, þótt að væri sko höfði ekki heilsu til þess. Einmitt, og það er allavega að tala um það að nú sé búið að horfa til þessara starfsgetu mata erlendis og erfiðra reynslu því tengt og þetta er ekki að fara á sama veg. Það tala um það í þessu frumvarpi. Það tala mikið um virkni og tækifæri til virkni og ég held að þessi kannski það sem við eigum svo eftir að sjá í framkvæmd, hvernig stuðning fólk fær í reynd til þess að taka sér skref. Við vitum ekki alveg í dag hvort að þetta verði heillavænlegt en í það minnsta er þörf á að breyta kerfinu og þetta eru tillögur til þess og leitun til þess að koma móts við ýmsar aðkallandi þarfir sem að hefur verið orðað í gegnum árin. Alma, þetta er svona nokkuð veginn myndin? Já, ég bara tek undir það sem þær báðar hafa sagt og þetta endurspeglar einmitt það að þarna er sko svo rosalega breiður hópur undir. Þetta er ekki bara eitthvað sem að fellur inn í eitt box sem er sniðað öllum og það er bara, mér finnst mjög mikilvægt að þú veist, það sé áréttað og haft með þegar það er verið að taka ákvörðun, nú með það er ekkert hvað nefndasvið kemur til með að gera, að þau séu meðvituð um það að þarna er hópur sem kemur aldrei til með að geta unnið. Hann kemur kannski mjög ungur inn á örorku, á engin lífeyrisréttindi, tækifærin hans eru miðast eingöngu við þessar greiðslur. Svo er þarna hópur líka sem hefur kannski verið lengi á endurhæfingu og nær bata og góðu bara nær að komast aftur út af vinnumarkaðin, þannig að þá þarf vinnumarkaðin að vera tilbúin til þess að taka við og vera með það með hugarfar að það getur eitthvað gerst líka, það getur eitthvað bygglast á leiðinni og svo hópur sem að mögulega mun vera bara að fara á milli aftur af því að hann hefur ekki tök á að vera þarna. Þannig að eða finnur ekki vinnu, af því að sömuleyti eru breytingarnar einhvern veginn svona hálfgert fairytale að það er gert ráð fyrir því að fatlað fólk og geti fengið störf við hæfi, hlutastörf og alls konar sem við kannski vitum að er ekki mikið í boði. Nei, reynslan hefur sýnt að það er ekki í boði, þannig að þetta höfum miklar ágjur af því að allt í hennu sem eigi vinnumarkaðan að vera stakk búin til þess að geta tekið við þessum fjölbreytta hópi með alla sína mismundir reynslu, þekkingu og menntun, en hann hefur ekki verið að hinga til, þannig að okkur finnst svona svolítið vera að fara hart í þessar aðgerðir, að það þyrfti að vera einhvers konar millilending þarna, að því að við vitum að það er stór hluti hóp sem að vill geta unnið, hefur ekki geta unnið, bæði sögum skerðinga sinna og allra, sko þá meina ég líkamlega og það andlegu skerðingana og svo líka fjárhagslegu skerðingana. Þannig að það er svolítið hvernig á að mæta þessu finnst okkur kannski ekki alveg nógu skýrt. Fjárhagslega skerðingar, hvað áttu við því? Þú veist, þegar þú ert með greiðslur, þú viltu vinna, þú ferð á vinnumarkaðin, vinnur, að þá skerðist króna á móti krónu. Eins og staðan er núna. Eins og staðan er núna, þannig að og að núna vonandi fyrir þann hóp sem að getur og fær vinnu og vinnuveitandinn er þar í stakk búin til þess að veita þetta svigrum sem að gæti mögulega þurft til vegna líkamlega andlega skerðinga tekið við þér og þá á allavega hann að geta komið betur út fjárhagslega heldur en hann gerði en þú þarf líka að fá þá góða vinnu með sem gefur þér hálaun þegar þú ert í svona hlutastarfi til þess að geta búið og býtum þessi frítekjumörk sem er verið að leggja til. Þannig að þetta er rosalega, þó svo að þetta sé verið að einfalda margt að þá er þetta samt flókið því að þarna er engin einn undir, þetta er ekki bara eins og allir fái greitt eitthvað vasapenning sko. Og þetta eru mikla breytingar og þá er kannski skynlegt að verði svona ákveðið óryggi, ég meina hvernig mun vinnumarkaðurinn bregðast við, er hætt á því að einhver verði skilgreindur hann geti unnið og þá fara hann af örorkulífeyri og endi bara í langtíma atvinnuleysi og hvað verður það fólk og hvernig er stuðningur við því og þannig að það er svona margar spurningar sem eru kannski ósvarað framkvæmdina því að sömuleyti geti þetta verið gott frumvarp ef að við hefðum ef öll kerfin sem eru byggð ofan á lögunum myndu virka brilljant að þá er þetta kannski allt í lagi en við sjáum kannski ekkert fyrir hvernig þetta mun verða í raunverulega í framkvæmd. Er það ekki svolítið ágallið við að taka afstöð til frumvarpsins? Þetta gæti verið í sjálfu sér í lagi ef allt myndi ganga upp. En ég veit ekki alveg hvort að við höfum þá reynslu af stjórnvöldum að við getum reiknað með því að allt myndi ganga
Er það ekki alltaf líka náttúrulega liður í því þegar svona kerfisbreytingar fara af stað hver framkvæmdin verður en við erum mjög hörð á því að það þurfa að endurskoða þetta eftir 3 ár í minnsta lagi í frekar 5 ár því að til þess að einmitt mæla áhrif hvernig var framkvæmdin, þú veist, er þetta fólki til, að því að þetta snýst að það sé til hagsbóta fyrir fólki en ekki ríkissjóð þannig að þú veist, það verður allavega að passa það að það sé framkvæmt einhver mæling eftir stuttan tíma í staðin fyrir að þetta dæju upp eins og þetta hefur verið að gera þannig að því að þarna er náttúrulega alltaf líf þessu hóps undir Einhver leiti það staðan að það kannski erfitt fyrir ykkur að lýsa yfir stuðningi eða andstöðu við þetta vegna þess að það ásó sem eftir að koma í ljós hvernig þetta virkar í raun það ekki Algjörlega, ég held að mörg okkar sem hafa reynslu af þessu kerfi og leita innan þess eftir framfærslu á einhverjum tímapunkti hafi rekið sér á ýmsa veggi og vitanlega er fólk svolítið brent eftir þessa reynslu og ekki með mikið traust í garð þess að ok, ég veit að staðan, hvernig þetta er núna, ég veit hvernig kerfi virkar núna, það er ekki að reynast fólki mögulega vel en það er þó eitthvað haldreipið í að þekkja hvernig þetta er á meðan að við erum að reyna að horfa til þess óráðna og að fólk treysta á að kannski verður þetta og vonandi verður þetta betra. Það er náttúrulega erfitt fyrir fólk sem er búið að vera lengi mögulega fast í þessari fátæktara gildur sem að örorkukerfið er að vona og treysta á þeir eru að gera þetta mér til hagsbót en ekki bara til að spara pening og þvinga mig mögulega aftur út á vinnumarkaðinn. Ég held að þegar maður tala við fólk sem hefur verið á örorkulífeyri að svona almennt talar það ekkert sérlega vel Tryggingastofnun. Lítur á kann margar sögur árekstra og erfiðleika og svona einhverja þrákelkni Tryggingastofnunar að túlka allt einhvern veginn mér í óhag og annað slíkt, þið þekkið þetta örugglega að það er ekki þannig sem að maður gæti haldið að því að Tryggingastofnun færi fólki framfærslu að öryrkja myndu almennt horfa til Tryggingastofnunar eins og eitthvað góðs sem er hjálp í mínu lífi en þegar maður tala um öryrkja þá er það oft frekar hinsegin að upplifunin er að Tryggingastofnun sé erfitt og þá er það náttúrulega út af þessu að það er oft verið að skerða fólk út af einhverju að einhver seldi 1/4 úr sumarbústað í hittifyrra og allt í einu fæ ég bara ekkert útborgað í 2 mánuði og þar fram til göttunum. Já, það er svolítið leitt að sjá að þegar á loksins er komið til, við erum komin á þann stað að nú er tækifæri, glugginn er opinn til þess að bregðast við einmitt þessu sem að þú ert að lýsa, þú selur eitthvað, það myndast eitthvað fjármagnstekjur, að það hefur allt ennþá áhrif á og mun gera eins og gerir í dag, mun halda áfram að hafa áhrif á í nýju kerfi. Þarna finnst okkur svona einhvern veginn eðlilegra að fólk einhvern veginn ætti að fá að njóta meiri vafans heldur en það hefur verið að gera því að alltaf er niðurstaðan svo sama að það á einhvern veginn enginn að fá að lifa mannsæmandi lífi. Það veldur rosalegum erfiðleikum að það er eiginlega alveg sama hvað ég geri til þess að reyna að bjarga mér að Tryggingastofnun nær alltaf að bregða fyrir mig fæti. Ég seldi sumarbústaðina mömmu sem var dýrmætur fyrir ættin okkar og ég seldi hann en þeir tóku bara að mér allan peningin með skertum lífeyri. Já og það er náttúrulega löggjafinn sem hefur ákveðið það og framkvæmdarveldi náttúrulega bara framkvæmir það. En þarna finnst manni, nú það er verið að búa til eitthvað nýtt, að það sé hort einmitt til þessara því að af hverju mætti ég ekki bara njóta vafans eins og hver annar og bara átt þessar fjármagnstekjur og sem að ég held að sé nú kannski fæstir í þeirri stöðu að það telja ykkur hundruðum, heldur að það sé bara eitthvað það lág upphæð að það mun samt að einhverju marki skerða og það er, að mínu viti er það bara pínu óþolandi að það sé ekki eitthvað gengi lengra að það svo fyrir þá sem að mögulega myndu vera svo heppnir að geta einmitt selt eitthvað eða eignast eitthvað með öðrum hætti, ég meina fólk sem að fær arf getur mögulega mynda fjármagnstekjur og þá byrjar það að skerða og það mun halda því áfram og líka sér eignir maka það, ég meina þá eru maka kannski samskattaðir og þá myndar sér eignin fjármagnstekjur og þá er það að fara að skerða líka og það
við höfum reikið mál þar sem að þá hafa fatlaðar konur eða verið þá bara komnar í þá stöð og það eru þá bara fjárhagslega ofbeldi af því að þessi tiltekna séregn, hún skerðir framfærsluna þína. Það eru fjárhagslega ósjálfstæðar. Já, þannig að mér finnst mjög leitt að sjá að það sé ekki verið að horfa á þessi þætti. Herðu, en þessi endurskoðun búin að vera lengi á leiðinni og svo er ráðist í það. Var það gert þannig að þið voru kallaðar saman og fulltrúar ykkar félaga og þið í þroskahjálp, hvað það sem að þið viljið ná fram í breytingum á almannatryggingakerfinu? Var það þannig? Og svo frumvarpið smíðað út frá því eða hver var aðkom ykkar að þessum? Ég get nú ekki sagt það. Við fengum kynningu á frumvarpinu og þessum breytingum áður en það var lagt fram og við fengum þetta að koma með athugasemdir og sem að voru nokkrar athugasemdir sem að voru teknar gildar en við höfðum ekki neitt samráð í vinninni per se. Þannig að það hefði verið mjög ákjósanlegt bara varðandi framkvæmdina og bara áherslur okkar. Þannig að það var ekki eins og endurskoðunin á fiskveiðistjórnunarkerfinu þar sem auðlindin okkar var stór nefnd þar sem var fullt af kvótaeigendum og stórútgerðarmönnum. Þið voru ekki aðilar að nefndinni sem bjóðum til. Nei. Af hverju það? Ég meina, það er frægt slagur sem hefur verið tekið upp, ekki okkur án okkar. Og samræði. Ég held að sé allir sammála þessu í orði, en enginn á borði kannski. Nei og það sama ég náttúrulega kem bara inn í þetta starf í október og ég veit að forveru minnistarfi hafi lengi kallað eftir auknu samráði í þessu hvað þetta nákvæmlega varðar og það kemur eitthvað hlið þarna sem ég veit ekki af hverju stafar þar sem er á vinnunni bara sem slíkri þau kalluðu lengi eftir því að fá að sitja við þetta borð þar sem að í rauninni frumvarpið samið en það voru þessir upplýsingafundir sem að við fengum þar sem að þá bæði starfsmenn og bara einstaklingar úr aðildafélunum fengur tækifæri til þess að hlusta á kynningu og koma með athugasemdir eitthvað ratar inn sem að bara er mjög gott þegar það er hlustað það er bara öllum til bóta en að samaskapi að þá finnst manni án þess að ég sé að halla eitthvað starfsmenn ráðuneytisins alls ekki en þá er þekkingin náttúrulega miklu meiri á gólfinu heldur en á borðinu þannig að raddirnar eru ég meina við erum okkar hagsmunasamtök eru að grípa fólki sem er í þessum kannski vandræðum þannig að mínu viti er ekki raunverulegt samráð nei alls ekki og það hafa einmitt verið núna sögur að þetta frumvarp hafi verið unnið í samvinnu við okkur og síðan litað fjólubláum blæ það bara alls kostar ekki rétt. Geðhjálp, þið aðilar það? Já, ég kem líka ný inn í þetta hlutverk núna bara síðan í mars en ég hef allavega séð það svona í gegnum fyrir reynslu af samstarfi við ólík ráðuneyti heilbrigðis og félagsmála sérstaklega að það er í tísku í dag að svona tala notendasamráð að tala að frumvörp og vinna ýmiss konar verkefni sé unnin í samráði við fólkið sjálft en efndirnar hafa ekki verið alveg þannig þó að vonandi sé þetta að aukast að þá hefur mín reynsla verið svo að þetta sé meira einmitt svona upplýsingafundir eða kalla til samtals hér eru tillögurnar, við erum búin að vinna hér er plaggið og við viljum alveg heyra hvað þið hafið að segja og svo er svona en það er búin að taka allar ákvarðanir. Já, það er ekkert gefið endilega að athugasemdunum sé svo tekið og bætt við inn í endalega plaggið. Það hefur verið mín reynsla á svona samráðsfundum í gegnum tíðina og ég velta alveg stundum fyrir mér af hverju þetta stafar, hvort þetta sé sérstaklega til dæmis hvað mig varðar þá er ég náttúrulega fulltrúi fólks með andlegar áskoranir hvort að þetta sé ykkur forræðishyggja kerfisins að við vitum í raun ekki hvað er fyrir okkur fyrir bestu eða að okkar skoðanir séu einhvern veginn of eldheitar eða of litaðar af því sem við erum að takast á við að það sé ekki alveg á okkur marktakandi
Það allavega þörf á því að fólk með reynslu af málefninu, hvaða málefni sem það þegar verið að þróa þjónustu, tillögur, lagafrumvörp, að við séum í vinnunni alveg frá upphæði. Ég held að það sé fyrir þetta er bara mjög góð nálgun af því ég held að þetta gnæfir alltaf yfir þessum hópi. Hvort sem það þroskahömlun, andlegar áskoranir eða eitthvað sem líkamlegt, að það veit kerfið betur. Það bara, það hefur verið svolítið sem gegnum bara aldirnar, þannig og það virðist eitthvað en ekki það hefur kannski minkað en samt ekki alveg þannig að það nái alveg í gegn. Við Íslendingar eigum til orðið sýndarsamráð, það til og það hefur orðið til af einhverjum ástæðum, býst ég við. Annars væri þetta ekki til þetta orð, af því að það einhver hefur upplifað að samráðið sé raunverulega bara sýndarleikur. Og það sé ekki tekið til þess. Og það ekki bara við ykkur, þetta í mörgum af svona umsóknum á þinginu, svona upplifun þeirra sem að telja sig vera að gæta almannahagsmuna að það kannski sent inn stóra greinagerðir og svo kemur bara nefndaráliti daginn eftir og bara óbreytt og svona tilfinningu bara fyrir að þetta sé bara einhver leikur, þetta þurfa að vera þarna en við ætlum ekki að taka til þess. En segjum að við værum með samráð við Rauðaborðið. Hvaða breytingar vilt þú sjá á almannatryggingum, Unnur? Sko, við hjá Þroskahjálp leggjum sérstaklega áherslu á að þessi hópur sem hefur ekki tækifæri til að vera á vinnumarkaðinum, að sá hópur fái hærri hækkun heldur en gert ráð fyrir núna. Þannig að það svona aðalega áherslumáli okkar og svona þegar maður fór að rýna þetta vel, þá þetta svolítið leikur í tölum, þú veist. Það verið að lækka aldursviðbótina helming, hún var 60 eitthvað þúsund og fer núna niður í 30.000. Hvað aldursviðbót? Það aldursviðbót viðbót og það verið að koma til móts við fatlað fólk sem hefur ekki öðlast nein réttindi, hefur ekki, þú veist, á ekki engin lífeyrissjóðsréttindi, þannig að svona til að koma til móts við þann hóp sem hefur verið með greinda fötlun bara frá unga aldri. Þannig að svo upphæð var 60. Kerfið byggt upp þannig að við erum annars vegar almannatryggingar og hins vegar lífeyrissjóðina og það reiknað eiginlega með í grunnkerfinu að koma eitthvað frá lífeyrissjóðunum en svo erum við með hóp sem hefur bara engin lífeyrisréttindi og þá fær það 60.000 krónur á mánuði. Já, núna eru það að fá 60.000 krónur og það hefur verið að lækka þessa greiðslu helming. Og svo líka heimilis uppbótin. Á hverju verður að lækka það? Hvað markmiði var allavega að færa þetta inn þannig að allir ættu að standa jafnar en svo kemur þetta náttúrulega alltaf mest niður á þeim sem eru ekki, eins og Unnur segir, ekki með en réttindi og þessi hópur sem að fer bara beintu við 18 ára aldur á örorku og mun aldrei fara af örorku. Það hljómar ekki eins og að standa jafnar í þeirri merkingu allir að vera með svona svipaða útkomu. Það hljómar eins og að standa jafnar gagnvart skerðingum og öðru slíku eða hvernig getur það verið að þeir standa jafnar ef að þeir sem standa veikast fá skerðingu og minnst? Þetta hefur bara ekki verið útfært neitt betur í greinagerð með frumvarpinu annað en þetta, að það sé verið að mæta öllum hópum. En þetta gæta jafnræðis. Já, en sem náttúrulega ekki jafnræði í þeim skilningi að Ég er ekki alveg að ná þessu. Það getur verið til að gæta jafnræðis að þá séu þeir sem að standa veikast að framlögin til þeirra minnki. Rökin hafa líka verið að til þess að gera þetta að þá sé verið að hækka grunnlífeyrin hjá öllum. Þess að lækka þessa aldurs þannig að grunnlífeyrin hækki. En á sama tíma þá kemur þetta samt niður á þessum hópi sem á engin önnur réttindi. Ok, þannig að nú skiljið það. Það hefur verið að hækka grunnlífeyrin og áður var það þannig að þeir sem voru á honum bara flötum og sáu fram á það að vera alla ævina þar og ekkert komast upp og þau fengu 60 skall. Og þá er ákveð að hækka grunnlífeyrin og þá er skert hjá þeim þannig að þeir standa eiginlega á sama stað eftir sem áður. Sko, eins og meðan aðrir fá hækkunina en hins vegar kannski minni skerðingar af atvinnutekjum og öðru slíku. Er það? Já, eins og kerfið núna, þú veist, þá er það mjög flókið og það bara örfáir einstaklingar bara á landinu sem skilja þetta almennilega og og það eru svona ýmsir þættir sem hafa áhrif á þessar uppbæðir en þetta er skipt niður í örorku lífeyri, tekjutryggingu, framfærslu uppbót
Svo kemur hann að heimilisuppbót fyrir þá sem að búa einir og svo aldursuppbót. En það svona verið að samina þessa flokka í einn örorkulífeyri. Og ef við horfum á þessar tölur þá svona, já, eins og ég sagði áðan, þá þetta leikur tölum. Það verið að lækka aldursuppbótina helming og sameina þessa örorkulífeyri, tekjutryggingu og framfærsluuppbótina í einn flokk. Þannig að en heimilisuppbótin lækkar hann 11.000 krónur og aldursuppbótin lækkar helming. Þannig að við erum að horfa á, þú veist, einstaklingur sem að býr einn og einungis að fá greiðslur frá TR með í dag 462.980 en samkvæmt nýju frumvarpi fær hann í 467.000 og þetta fyrir skatt. Og við erum að tala það að þetta eru upphæðir sem að fatlað fólk þarf að lifa á alla ævi. Það hefur enga möguleika til að auka tekjur sínar. Þannig að þeir sem ekki hafa lendið því verða bara að ímynda sig það að þeir hafa kannski farið í gennum tímabili á ævinni þar sem voru blöng. Þeir eru ímynda sig á því að vera inn á því tímabili og ekki hafa vonin það þegar ég er búið með námið og þá muni tekið mínir aukast, að ekki hafa hugmyndun það að ég geti unnið mig upp í starfi, ekki hafa hugmyndun að ég geti bætt kjör mín á nokkurn hátt. Ég veit ekki hvað fólk geti ímyndað sér þetta, en ég get fólk til að gera það því að stundum leiðilegt að heyra fólk rugla saman fátækt og blankættum. Og fátækt það sem maður fastur í og hefur ekki leiðina út það náttúrulega og það einmitt svo sorglegt að sjá að jújú, auðvitað hefur maður ákveðin skilning í það að svona kerfisbreytingar feli sér mikinn kostnað en annað eins hefur nú verið lagt í öðrum kerfum að það sé ekki hægt að mæta þessum hópi með aðeins meiri hækkunum að því að nú hefur viðkvæði verið bara í síðan allavega 2009 að það sé ekki hægt að hækka neitt fyrir en endurskoðun eigi sér stað. Nú endurskoðun, heildræn endurskoðun en samt þetta nei, ekki meira en þetta og ég meina sumir ekki fyrir þennan hóp. Nei, og að því að eins og unnum segir, þetta leikur á tölum þessi hópur stendur þarna, svo kemur einhver sem kannski einmitt einn og hann kannski 30 og þá náttúrulega tekur hann einhver aldursviðbót af því að hún samkvæmt aldrinum þú far einhverja heimilisuppbót af því að þú ert þetta gamall og býrð einn en allt annað og þú ert kannski hækkum 800 krónur fyrir skatt. Það bara stór hópur sem standa þarna líka. Það lítur að vera svolítið áfall því ég hef fylgst með þessu að sem að virka stundum eins og þessi svona hótun og var sérstaklega fyrir einhverjum árum síðan. Það var eins og stjórnvöld væru að koma til hagsmunasamtaka og öryrkja og segja að ef að þið kingið starfskjötumatinu sem breytingu sem við viljum ná í gegn að þá fáið þið hækkun og ef þið gerðið ekki að þá verður ekki hækkun. Þetta eiginlega stundum var það næstu sagt bara hreint út og svo þegar niðurstan kemur og hérna breytingarnar og það 800 kall sem að 1/4 að bíómiða. Já og þetta náttúrulega bara stór hópur sem að þarna undir sem að mun alltaf vera með örorku sem að og hefur þessar 100.000 krónur frítekjumark þannig að ef þú átt einhver réttindi að það náttúrulega nýtist að það þangað til að fara að skerðast ef það fer yfir 100.000 krónurnar og svo kemur hópurinn sem að hefur þá metin með samkvæmt nýja kerfinu yfir 26% getu og upp í 50 sem starfsgetu og þá eru hækka frítekjumörkin þau samtals 350.000 þannig að þú þarf að hafa svolítið góða innkomi í hlutastarfi til þess að geta nýtt þér hana sem bara fínt fyrir þann hóp sem að getur og svo lengi sem að vinnumarkaðurinn tilbúin til þess að koma til móts við hóp með ótrúlega mismunandir og fjölbreyttar þarfir og skerðingar þannig að það á eftir að vonandi nýtist það vel þeim hópi sem að getur það en á sama tíma ertu líka ákveðin krafa að þú verður að vera í virkri atvinnuleit til þess að geta þegi innan virkri styrk og þannig að þetta En eitthvað sem bendir til þess að vinnumarkaðurinn sé að breytast þannig að það sé að verða til störf sem að henta fötluðu fólki, bæði þeim sem hafa takmarkaða starfsgetu og í hlutastörfum, en það líka fólk sem að með sjúkdóma sem að valda því að þeir koma í einhver svona hrínum, þannig að þú kannski ert frá vinnu í 2-3 mánuði og kemur svo aftur inn og hafið þið trú á því að vinnumarkaðurinn sé að aðlaga sig að þessum hópi?
Er eitthvað merkjum það? Ég þekki ekki merkjum það, sko. Noti spákúluna. Ég þekki ekki merkjum það, svona, ég get ekki bent á neitt að, jú, við erum á réttir leið að þessu leiti, en kannist þið það? Það sem ég heyrst að þarf vissulega líka ákveðna löggjöf og reglubreitingar til þess að þetta sé ennþá svona meira svigrúm fyrir vinnumarkaðinn til þess að mæta þessum hópi. Þannig að fyrirtækin eru þau styrt til þess að... Já, til að mynda eitt dæmi sem Samtök atvinnulífsins hafa nefnt að fyrir hvern ráðin starfsmann sem þú ert með í starfi, þá ertu að borga tryggingagreiðslu og þú borgar þessa greiðslu hvort sem manneskjan í 100% starfi eða hlutastarfi. Þannig að segjum að við tökum starf og bútum það niður, búum til 3 hlutastörf úr einu fullu starfi, að þá þarf að borga 3 tryggingagjöld í stað 1. Þannig að það er kannski ekki hagkvæmt fyrir vinnustæðin að vera með fleiri hlutastörf samanborið við full störf. Þannig að það þarf að ringa til þarna svo að þetta sé raunhæfari kostur. Bara eitt lítið dæmi. Kultúrist í vinnunni, það hefur verið rætt það bæði hér á Íslandi og út allan heim að svona kröfur fyrirtækjana á starfsfólki séu frekar að aukast, sko. Að þú þarft eiginlega að vera þetta bara verið í frábæru formi og helst að kunna syngja fyrirtækjasöngin og fara í óvissuferðir og standa alltaf með fyrirtækinu og það sé að ná í þig allan sólarhringinn, að það er svona tilnefingin er frekar í þess áttina frekar heldur en að fyrirtækin séu að svona horfast í augu við það að fólki sem ekki mæti vinnu sé alls konar og hafi alls konar þarfir og svo er að taka til þess að meiri segja það í börn og foreldra og það er svona ekkert svo augljóst að fyrirtæki taki til þess, hvað þá að þú ert fötluð og með takmarkaða getu eða þurfir að búa við það að þurfa að hverfa vinnumarkaðum ef að þú færð köst í þínum sjúkdómi. Það hefur náttúrulega ekki verið mikið fordæmi fyrir því og sérstaklega ekki á hendi hins opinbera. Það hefur meira verið almennu vinnumarkaðar sem hefur kannski tekið sig til og gert eitthvað í þessa átt en ekki enn opinberi. Nei, ríki sveitafélög þyrftu svo sannarlega að sína gott fordæmi og ráða fleiri til vinnu. En ég veit, þú veist, eins og ég atvinnu með stuðningi og þeir eru núna að byrja með svona herferð í rauninni varðandi atvinnu og í samtökum við atvinnumarkaðinn. En það er þannig og ég hvet í rauninni bara atvinnurekendur til að kynna sér þetta því að það eru núna 300 manns á biðlista hjá Vinnumálastofnun eftir starfi. En þá er það þannig að Vinnumálastofnun greiðir hérna stóran hluta 70% af launum fyrstu allavega 2 árin og svo fer þessu upp að stiglækkandi eftir það. Þannig að við þurfum svo sem bara í sameiningu að vera svolítið svona tala jákvætt, eða ekki? og fá bara atvinnurekendur og þá sérstaklega að þau opinbera bara sýni gott fordæmi til þess að Já, af því að þetta er náttúrulega það sem auka möguleika okkar fólks. Já, af því að þetta er náttúrulega það sem að þetta frumvarp og nýja kerfi mun er að fara að fylgja líka, það er að útvíkka þessa samninga. Já. Það ber kannski að nefna líka annað úrræði líkt og þú nefnir atvinnu með stuðningi sem að hefur stundum skammstafað AMS, að þá er annað úrræði EPS sem að líka hefur gefið góða raun og er unnið í samstarfi við Landspítalann og Virk og nokkra fleiri aðila. Þar sem að einstaklingurum fær sérstakan tengilið sem að er eingöngu að styðja viðkomandi aftur út á vinnumarkað, að finna hentugt starf byggt á styrkleikum og áhugasviði viðkomandi. Og þarna er hugmyndafræðin slík að þau vilja helst ekki þessa endurgreiðslu til atvinnurekenda frá ríkinu fyrir laununum á þeim forsendum að starfskrafturinn er að leggja fram mikilvæga vinnu og ætti í rauninni ekki vera gefins vinnuafl heldur. Þetta er alltaf svolítið fín lína sem við erum að svona dansa á milli. En eitt af því sem ég tók eftir í þessu frumvarpi er að lýsingin er einmitt eins og að mögulega öll þurfi eða muni bjóðast eitthvað svona EPS úrræði eða svona stuðningur til að finna starf. Og hvernig ætlum við að skala það upp? Því að eins og staðan er núna þá er þetta
kannski nokkur 100 manns í slíkri þjónustu. Já, þegar komin á lista. Já, og þar líka, einmitt. Þannig að hvernig ætlum við að búa til og erum við reiðbúin til að mæta þessum stóra hóp sem að þarf á svona ráðgjafa að halda? Þá kemur svona varandi traustið að ef við skoðum bara svona atvinnuleysis-kerfi að þá það til dæmis þannig á Ítalíu að þar hvati á fyrirtækjum í að ráða þá sem atvinnulausir og fær styrk einhver 2 ár. En svo líka systemið þannig að ef þú vilt stofna fyrirtæki eða þreifa fyrir þér að búa til þína eigin atvinnu, þá getur þú fengið þessi 2 ár sem stoppkostnað í fyrirtæki sem að þú sem öryrki eða atvinnuleysingi eða eitthvað getur gert. Þannig það er ekki langt í Ítalíu, en þar svona hugmyndin að sko einstaklingarnir eru líka traustaverðir. Það er ekki bara það að fyrirtækin geti búið til störfin, heldur það náttúrulega langlíklegast að fólk sjálft búið til störf. Það er þannig. Allavega stórfyrirtækin eru mest í því að fækka störfum og það eru flest störf verða til hjá einyrkjum og sprotafyrirtæki sem fólk sjálft að stofna. Já, og það eru sko fullt af flottum fyrirtækjum sem að hafa sýnt gott fordæmi í þessu og einmitt verið að nýta sko bara ef maður tala bara þau sem eru með sko eins og á einhverfurófinu og eru kannski mjög klári að eins og forrita eða allt þar að það veit ég að þau voru nokkur sem að fengu tækifæri til að starfa hjá CCP, svona hugbúnaðarfyrirtækjum af því að það skiptir raunin ekki máli sko hvenar vinnuafli fór, þú veist, af því þetta er náttúrulega stórt fyrirtæki sem er á alþjóðavísu að þú þurftir ekki að mæta frá 8 til 4. Þú gast ákveðin sko verkefni hendi þegar það hendaði einstaklingnum og þannig erum við þú veist, að því það geta allir gert eitthvað, það þarf ekki endilega að vera alltaf á nákvæmlega sama tíma sem það sko frá 8 til 4 á hverju skrifstofutíma. En þannig hefði mig þurft að vera kannski búið að mæla einhver áhrif, gera einhverju svona góða ráðstafanir og þar sem að í rauninni fyrirtækjum er kennt líka, samankvartar á opinberað almenna vinnumarkaðurum með þessa viðeigandi aðlun og hvað felst í henni. Hún þarf ekki alltaf að vera sko íþingjandi, hún þarf ekki að vera alltaf það kostnað sem að það krefjist sko að fyrirtækið eða stofnun ráð ekki við að mæta einstaklingnum heldur að því að þetta eru bara svona lausnir sem að þarf að útfæra. Og oft og tíðum viðhorfsbreytingar líka. Fyrst og fremst er þetta náttúrulega það. Svo ég spurði samráði hvað hún myndi vilja fá, hvað breytingar hún myndi vilja fá. Ertu með eitthvað umfram það? Herri, já, það er náttúrulega mjög margt, þetta er viðamikið frumvarp og mörg að huga í þessu málum. Það fyrsta svona sem við erum alltaf að stoppa við hjá Geðhjálp er að kalla eftir breyttri hugmyndafræði í þessum málefnum, bara komplett. Við erum hér eins og áður alltaf að vinna með afleiðingar vandans. Við myndum vilja sjá meiri umræðu og fjármagni varið í forvarnir og að gera aðstæður fólks þannig að færri gangi gegnum þessa erfiðleika að þurfa á endurhæfingu að halda eða ganga í gegnum þannig áföll eða jaðarsetningu eða mismunun að þau upplifi andlegar áskorunir og tristi sér ekki til að halda áfram lífinu óbreyttu. Þannig að hér eru að kalla eftir hugmyndafræði sem að þarf að vera önnur, heldur en svo að þegar fólk bognar og brotnar að það sé eitthvað að þeim og að greina þau með eitthvað sjúkdóm, gefa þeim stimpil sem fylgir þeim ævilangt og byggja kerfi á þessum forsendum. Það er bara úrelt hugmyndafræði sem þarf að breyta. Þetta frumvarp ætlar að leggja mat á aðstæði fólks út frá aðeins breyttum grunni. Það talar ICF, þar sem að verið er að horfa aðeins meira á samfélag og menningu og samspil einstaklingsins, þannig að við erum ekki eingöngu að horfa á manneskjuna sjálfa undir smásjá lengur. Þannig að ég vona að þetta sé aðeins til bóta þar. En þá eftir að útfæra hvernig þetta mat mun fara fram á hvort að mannskjan sé reiðbúin til að fara að vinna og hversu stórt hlutfall og svo framvegis. Það er ekki búið að teikna þetta upp. Það er verið að tala um núna að lögfesta þetta, en framkvæmdin er ansi óljós enn sem komið er. Þannig að það er eitt dæmi það sem ég myndi vilja sjá meiri umræðum. Þannig að sko það vantir svona útfærsluna að svona vondu dæmin utan úr heimi eru þannig að þú skilgreind að þú getur unnið 50% starf en getur ekki lyft höndunum upp fyrir axlir en getur unnið við
við tiltekna þætti með ákveðni, bara reiknigetu og þess vegna færð þú bara halvan styrk út af örorkuðinni og svo er hent út og þetta finnur ekki þetta starf, það bara ekki til og þá lendur í stórkostlegum vandamálum. Þetta er svona hryllingssögunar sem að urðu til þegar þessi hugmyndastefna náði í gegn. Þannig að það er svolítið erfitt þegar maður sér ekki framkvæmdina að meta frumvarpið. Er þá ekki bara, vantar ekki eitthvað upp á þetta? Akkur má ekki bara reglugerðirnar eða muni ekki þegar það var búin til svona tilraunasveitarfélög sem áttu að sinna meðal annars tilflutningi af þjónustu við fatlaða sem var gerða svona tilraunir með. Hefði ekki mátt þróa þetta kerfi með einhverjum svona öruggari skrefum þar sem að annars vegar liggur fyrir svona hvernig allar reglugerðirnar og hvernig matið á að vera, hverju sitja í matinu, hvernig við getum bara pröfað að senda nokkra í gegnum hverju verður breytingin á því þegar ég er að hlusta á ykkur. Það finnst mér svona eins og það sé kannski ekki alveg deig en þetta er svona hálfböku kaka Jú, ég held að það sé komið inn á í öllum umsögnum að það hafa engin áhrif verið mælt. Ég meina, stanst þetta mannréttindaskuldbindingar sem við höfum undirgengist. Við erum nýbúna, það er nýbúið að fara í gegn á Alþingi þar sem að er þingsályktun landsáætlun málefni fatlaðs fólks sem að gera útfærir ítarlega innleiðingu á þeim samningi inn í íslenska löggjöf og sem felur í sér fjölmargar aðgerðir, mjög margar, mjög góðar. Og þar eru svona miklar kröfur gerðar til samfélagsins og stofnanna og hvernig eigi í rauninni svo að sé hægt að innleiða þessi ákveði. En á sama tíma þá í rauninni gætir ekki þess í þessu tilteknu frumvarpi. Til dæmis með því að vera að okkur finnst vera kannski setja of miklar kröfur á það einmitt að þú sért að mæla endilega getu einstaklingsins þegar hún er ekki svona svört og hvít, bara getan mín í dag eins og bara þau sem með kasta sjúkdóma. Hún er kannski þessa 6 mánuði bara þokkarlega góð. En svo gerist eitthvað þannig geta ekki og þá er samt í rauninni krafana því að það er búið að meta þig með ákveðna virkni, getu, eða hvað sem þetta kallast, inn í þessu hlutaörorkukerfi að þú eigir samt að vera í virkri atvinnuleit. Og það í rauninni myndi stangast á við það sem að þessi samningu felur í sér. Það eiga allir að vera lausir úr, eða þess að krafan í samningnum er að fólk eigi ekki að lifa í fátækt. Þarna ertu samt í rauninni að búa til áframhaldandi hóp sem að eins og Unnur er í rauninni að fjalla hópun sem að mun aldrei geta gert neitt annað. Þannig skilin eftir. Já, og svo þessi hugmyndafræði sem að Svava nefnir, að þetta sé umhverfið en ekki að það sé alltaf verið að færa okkur öll í sama boxið. Ekki það að núna, þetta frumvarp er þá allavega jákvæðara hvað það varðar með þessa hugmyndafræði sem að hefur verið, einmitt að drekkur fyrir hádegi eða getur lyft höndum upp eða næra tegja þínir, er ekki heldur verið að horfa á þessa félagslegu, andlega, líkamlegu og áföll. Það er að koma í ljós, hvernig matið er. Algjörlega og það náttúrulega höfum við, held að við öll gríðarlega áhyggjur af. Þetta er ekki lítil orð, félagslega, andlega, það getur verið hvað sem er leikur á baku þetta. Nei, enda það er þetta gagnrýndi í öllum umsóknum að þetta samþætta sérfræðimat er ekki til og þetta er tekið fram að það eigi að endurspegla en það hefur ekkert verið útfært. Unnur sagði að þetta væri flókikerfi eins og það núna og fáir sem að skildu það. Hvað haldið þið að séu margir af 63 þingmönnum sem að skilja almannatryggingarnar í dag eins og það er virka gagnvart öryrkjum? Þeir eru ekki margir. Það er bara, ég held að það sé bara nokkuð gefið. Ég ætla ekki fullir að sé engin, en það eru ekki margir. En þú veist, kerfi eins og það er í dag er bara, þú veist, ég er búin að fá ótal símtöl og bara við það, þessi tímamót að verða 18 ára. Og þá er það þannig að bara fötlu ungmennu þurfa að skila inn þau fara oft á tíðum, það er einhver hópur sem finn beint
oft á örorku. Þetta er misjæft eftir föllun og þá er ég að tala ungmenni sem að hafa verið mögulega í sérskólum eða þurft mikinn stuðning bara alla æskuna og þessi ungmenni eru oftast á starfsbrautum en þessi ungmenni þurfa að skila inn vottorði til að í rauninni votta föllun þeirra þrátt fyrir að aðstandendur hafa fengið umönnunargreiðslur alla tíð en þurfa að skila inn vottorði og svo þurfum við að skilja endurhæfingar áætlun og þetta er svo galið eins og þetta er í dag og mjög óljóst hvað á að endurhæfa þannig að þetta er mjög niðurlegandi mjög fallaða einstaklinga sem að já, þú veist, við erum að tala og við erum að tala ungmenni sem er með þroskahömlun og oft úr tíðum líka með einhverfu eða einhvert fólk og og það er bara einhvern veginn, þetta er svolítið svona innihaldslítið, þú veist, hvað átti raunin að endurhæfa og þetta er svona freka kerfi eins og er í dag, þetta er svona freka miðað því, ef þú ert með einhvern sjúkdóm, ef þú lendir í einhver svona tímabundnu, þá þarftu kannski að fá bara aðstoð og faglega aðstoð til þess að endurhæfa þig og komast aftur út af vinnumarkaðin, en þarna þarftu ítrekað að skila inn áætlun sem að er mjög óljóst, eins og ég sagði áðan, hvað áttu að endurhæfa og skila svo aftur inn vottorði og þetta þú þarfst að skila inn bara á, nokkra mánaða fresti áætluninni. Þannig og þú ferð ekkert neitt auðveldlega beint inn á örorkulífeyri, heldur. Byrju, akkur þetta að skila svona áætlun nokkra mánaða fresti? Bara samkvæmt löggjöfinni. Þó svo þú sett með einhverja svona greiningu að þú sett alvarlega föllus og öllu sé það ljóst og það er ekki einhverja bata horfur á þinni föllun. Þú þarft ekki að endurhæfa áætlun á nokkra mánaða fresti. Já. Þannig er kerfið í dag. Já, og það var náttúrulega áhersla og í rauninni stefna stjórnvalda að fækka fólki á örorku svo það væri einhver hryllingur að vera á örorku og koma fólki yfir á endurhæfingu og sína þannig fram á að þessi nýgengni örorku væri ekki fyrir hendi en það fóru bara allir yfir á endurhæfingu í staðinn og einmitt hópur eins og Unnur segir sem að þú endurhæfir bara ekki og það er bara ristur hópur sem er í þessu einmitt að senda inn endurhæfingar áætlanir og 6 mánaða fresti og til þess að landa ekki á milli skips og bryggju, einmitt að vera landi tekjufalli, en svo er ekkert hægt að endurhæfir ekkert fólk sem er með, búin að vera með taugaþroskaraskunir allt sitt líf. Þannig en sem betur fyrir... Og þá fellur á milli kerfa og þú veist, endurhæfing full reynd. Já. Þið eru að tala ástandið eins og í dag, að það séur út af einhverju svona stefnumarkmiðum stjórnvalda að fækka þeim sem eru á örorkulífeyri, að þá er eiginlega búið að moka fólki yfir á endurhæfingalífeyri sem á ekki teima þar. Nei. En sem betur fyrir allavega samkvæmt nýja frumvarpinu að þá á þau sem eru í endurhæfingu, að það á að gera það fyrir það að þau sé landa á milli skips og bryggju með því að því að staðan er í dag að það er engin endurhæfingar úrræði til, þau eru mjög takmörkuð og mjög starfsgetu miðuð og það eru bara ekkert allir þar sumir þurfa bara á einhver tímabundinni líkamlegri endurhæfingu að halda en hún er bara ekki til eða einhver önnur og þá fyrst að hún er ekki fyrir hendi að þá er ekki hægt að samþykja endurhæfingun og þá ert þú framfærslulausa meðan en nýja kerfið allavega byggir á því að þú sækir endurhæfingu og það er útbúin endurhæfinga áætlun og hún er rauninni gildir og alveg fram að því það þú kemst á í úrræði sem slíkt að það færðu samt greita framfærslu á meðan að það er ekki svo lýst í dag. Það er þannig að það kemur niðurstað úr endurhæfingunni að endurhæfing full reynd og þá ferðu í einhverja biðröð eftir svona varalegum örorku, þetta ekki. Já, það var náttúrulega lengdur í rauninni endurhæfingatíminn, hann var lengdur hvað var þetta ekki 24 mánuður sem hann var framlengdur þannig að fólk var átt í endurhæfingu í kannski 5 ár. Það var max sem ég meina hver er í endurhæfingu í 5 ár bara til þess eins að í rauninni fækka
og komið veg fyrir nýgengni í örorku. Til þess að þjóna lund einhverja sem að hafa áhyggjur af fjölgun öryrkja. Já, af því að þarna er alltaf viðkvæðið, þú veist að við erum að reyna að virkja og starfsgetan á að vera. Jú, þú hendar ákveðnum hópi en alls ekki en þetta er líka bara niðurlægjandi og vekur sko upp ótrúlega kvíða og áhyggjur, fjárhagslegar áhyggjur líka ofan á kannski allt sem átt að vera endurhæfa en það er búið stigvaxast af því að þú ert á 6 mánaða fresti að sækjum aftur og aftur og kannski bara er þetta oft bara heimatilbúin kokteil sem er verið að búa til þess eins og fáir áfram og þannig verið að leggja líka ótrúlega mikið á alla ráðgjafa og heimilislækna að vera að útfæra ykkur endurhæfingar áhrif. Það komið fólki vinnu við það að viðhalda kerfi sem að enginn hefur að trúa á skilin einu. En það er náttúrulega í gamla kerfinu og vonandi verður þú fyrir þennan hóp þetta frá þessum að þurfa að reiða sig á endurhæfingu og endurhæfingu lífeyri. Okay. Ég verð líka að fá að hoppa inn. Ég held að þetta málefni er svona típist að það eru öll litbrigði innan þess. Þú veist, þetta hendar sumum og ekki öllum, það eru alls konar hópar sem þetta hefur áhrif á og nú erum við að tala til dæmis endurhæfingar lífeyriskerfið. Það er til mikill að bóta að hafa langan tíma í endurhæfingu fyrir ákveðin hóp. Að fá aukið svigrúm til þess að vinna úr hlutum. Áður en þú farir að stimpil, endurhæfing fullreynd, örorkubætur og svo heyrir enginn í þér aftur. Og þú ert bara komin inn í kerfi sem rúllar og það verður sífellt erfiðara að taka sér skref aftur út í virkni. Það er sífellt erfiðara að ætla upp á sitt einstæmi að taka það að sér. Og þú einangrast. Það er raunveruleiki margra líka að þegar komið á örorkubætur að þá er rosalega erfitt að komast aftur þaðan. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að nefna að lengd endurhæfingartímabils. Það er ekki vandamál í sjálfum sér, heldur það að benda á að það hefur mörgum ítt út í svona kerfi sem að henda þeim ekki. Algjörlega og ef við höfum ágjur að því hversu margir fara á örorkubætur, þá ættum við kannski ekki að vera að, ef við erum að tala um stefnu stjórnvalda, þá ættum við kannski ekki endilega að vera að horfa á það má að klárlega og þarf að fjármagna endurhæfingar hlutan en aftur, þá þurfum við að fara að vinna með samfélagsbreytingar. Hvernig ætlum við að búa fólki þannig hag að þau geti pluma sig vel, líði vel, dafni og þroskist yfir góða líðan og vinna með þess að þætti sem við vitum að höfum áhrif á marga, jaðarsetningu, mismunun, fátækt, alls konar ofbeldi sem að fólk gengur í gegnum. Þannig að við þurfum þarna einhverja algjöra viðhorfsbreytingu, ekki bara áhyggjur að það eru margir að fara örorkubætur. En hvatinn til breytingarna er ekki sá sem að þú vildir, heldur frekar hinna sem að koma reglulega upp í pontu Alþingi og lýsa yfir sérstökum áhygjurum í örorkjumsöfnaka. Það er hvatinn að breytingum. Algjörlega. Já, nákvæmlega. En þessa hugmyndafræði kannski skortir svolítið að líta á af hverju er einmitt hópurinn og kannski því að var ekki að tala við ykkur við undirbúningin. Af hverju er sífellt fleiri að fara á örorkubætur vegna andlegra áskorana? Af hverju þetta stærsti hópurinn og sífellt að vaksa? Það er ekki það að við séum öll brotin og beigð og einhvern veginn gölluð. Það er stemmingin í kringum þetta, þessar breytingar og hefur verið hvatinn undanfarna allavega áratug 2 áratugi breytingarnar hefur verið þessi trú á því að öryrkju fjölgi vegna þess að fólki sé gallað og við þurfum að beita kannski pínlítið gulrót en líka svipu til þess að koma fólkin út á vinnumarkaðinn. Já og líka þessi umræðum að lífið á örorkubótum með ekki vera of notalegt. Já, það er svo rosalega notalegt að vera fátækur öryrki. Biðurðu eftir því? Nú, en ég er alveg sammála því að endurhæfing fyrir ákveðin hóp er bara mjög mikilvæg og ef þú færð líka tækifæri til þess að vinna að endurhæfingunniðinni í ákveðin tíma en að þú sért ekki endalaust að verja tímanum sem þú átt að vera í endurhæfingu að sýsla við hinn á þessu þjónustukerfi eða hafa áhyggjur af því að hún verði ekki samþykkt. Þannig að vonandi grípur þetta kerfi það og þú fáir þá í rauninni bara vera í endurhæfingunni óareittur. Nógu slæmt að vera í fátækt því að lífurinn er mjög lár. Það er nógu erfitt þótt að maður sé ekki líka í óttanum að eftir 12 mánuði eða 2 mánuði þá detti ég bara ofan í algjört bjargarleysi á millikerfa.
Herðu, en sem sagt, það hérna hvati í samfélaginu að endurskoða þetta, mikið svona hugmyndur það að ákveðnir fordómar gagnvart fólki sem er með fötlun eða veikt og það verður til frumvarp sem byggir á svona ýmsu sem verður að gerast erlendis og takmörkuðu samráðu við ykkur og það er búið að smíða það og svo er það lagt fyrir 63 manna samkomu sem við höfum grunum að fæst séu með góða innsýnin í málið og það er þessi samkoma sem ætlar að afgreiða líklega mikilvægasta mál sem að snertir ykkar félaga. Þetta hljómar ekki spennandi. Það gæði hættu þetta renni gennum þingið án þess að fá raunverulega skoðun eða raunverulegt mat af því að margir þingmenn og ég veit það bara að margir þingmenn trúa því að það sé ekki hægt að setja sig inn í þetta. Ég var að halda þig fram áður en þau komast. Það væri ekkert sérlega flókið. Þú getur bara talað við svona 3 öryrkja á viku í svona 3 mánuði og leikið í reiknivélunum og ég hef svo sett komið með svona sæmilegan skilning á því hvernig kerfið virkar og maður myndi ætla það að það væri bara hlutverk alþingismanna að setja sig inn í þetta því þetta er líklega kannski það mál sem að skiptir kannski ekki stærsta hópin en þann hóp sem þetta tengist skiptir það meira máli heldur en flest mál sem að koma fyrir þinginu. Þannig mér finnst það að gera kröfur að það bara setja sig inn í þetta. Ég sakna þess að það sé ekki og hafi ekki verið meira rætt. Ég ætla bara að viðurkenna það og af því þarna er einmitt hópur fólk sem að reiðir sig á að löggjafinn taki vel upplýstar ákvarðanir af því að það er enginn sem að það er ekkert kjarasamningar þarna, þetta fólk kemur ekkert að neina borðu og hvað þá við. Þannig að manni finnst svona, allavega ég myndi gera þá kröfu að fólk væri betur upplýst hvað það er að fara samþykkja verði það niðurstaðan af því að þarna er aftur líf fólks í húfi þannig að við erum að, eins og ráðherra hefur sagt, umbylta kerfinu að það sé þá upplýst hverjur verið að umbylta og hvernig. Það fái mikla umræðu þetta var eitt af stóru málunum í samfélagsumræðinu og niður á þingi. Já, kannski þessi útfærsluatriði mitt sem við höfum svolítið stoppað við hér er ennþá, það er svo opið og óljóst í raun hvernig það verður framkvæmt en ég er enn mjög vongóð fyrir þessum breytingum. Ég held að þessi klárstmála kerfi í dag er ekki að virka sem skildi og það þarf að breyta þessu, þetta er tilraun til þess þannig að ég er að mörguleiti mjög ánægð að sjá breytingarnar. Það er búið að nefna ýmsa vankanta á fyrra kerfi sem verið er að reyna að lagfæra en þetta er ekki fullkomið og mér finnst það kannski stundum sett svolítið þannig fram að þetta er umbylting á alla vegu meðal annars hvað fjárhag varðar og það er klárlega ekki svo en það er mörg önnur atriði sem að virðast vera til bóta sem að vert er að allavega halda til haga að séu á góðan máta. Þannig að ég er svona temmilega bjartsýn, má ekki segja það. Ég myndi ekki vilja stoppa þetta. Ég skynja það á okkur öllum að þið geta ekki andmælt þessu en þið geta heldur ekki mælt með þessu af því að það eru bara það er bara mörg ósvörum spurningum þannig að við verðum að reyna að efna til eitthvað umræðu hvað þarna er á ferðinni og kannski gera kröfu að eitthvað af því sem að fylgir eins og reglugerðir eða að það komi fram áður en að breytingi verður sett í gang. Við erum með mörg dæmi að kannski svo stytting framhaldsskólan þar sem rann í gegnum þingið algjörlega óígrundað mál. Þetta mætti ekki vera þannig. Nei, ekki ef það er ekki til hagsbóta fyrir hópin af því að hann er svo ótrúlega fjölbreyttur. Þetta er ekkert bara, þú getur ekki sett annan hóp og þetta eru líka þetta er ekki bara eitt, þarna eru þau sem eru með endurhæfingar og sjúkragreiðslur og svo hlutaörorkan og þá virknistyrkur sem að tengist á vinnumarkan og svo hópurinn sem að er bara er og verður alltaf með örorku. Þannig að það er að mörgu að hyggja og við höfum kallað eftir kerfisbreytingum í mörg ár. Og líka kjaraleiðréttingu og sérstaklega eftir hrun þar sem að öryrkjar hafa svolítið legið í valnum. Sá hópur sem að tók á sig byrðar í hruninu sem ekki fengið það bætt ásamt eftirlaunafólki. Herðu en á þriðjudaginn þá kemur hann Guðmundur Ingi Guðbrandsson hingað á Rauðaborðinu og ég ætla að ræða hann þetta mál. Það er gaman að því. En ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir að sinni, Alma, Svafa og Unnur
Já, takk fyrir bóðið. Og ég ætla að þakka líka gestunum sem voru hérna fyrr í þættinum og Sigurunni bróður mínum fyrir hjálpina við að halda út í þessu þætti og Laufey sem hefur verið að taka upp þættina og senda það út og ykkur sem eru þarna hinum megin og eru að hlusta eða horfa, þeir búið til hennar galdur sem að fjölmiðlun og þið getur verið virkir þáttakendur í því að byggja upp samstöðuna með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar hér. Við það byggist upp dreifikerfið, þannig virka samfélagsmiðlar og fleira. Þið getur bent á að við erum á Facebook og við erum á YouTube, við erum á öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á 89,1 á FM og það má sækja þar útvarpsveitinga líka á spilarann, spilari.is á netinu og spilarinn líka app sem má hlaða niður og hlusta á samstöðuna og allar íslenska útvarpsstöðvar hvað sem í heiminu, það sem netsamband á annað borð. Við erum komin í sjónvarpi til þeirra sem svo heppin að skipta við síman og fá sjónvarpi sitt þaðan. Þar eru við númer 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni samstöðunar 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan á sem hring, samfélagsumræði við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Þið sem að viljið taka þátt í að byggja upp samstöðuna geta gert áskrifendur, þið farið þá inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift, þið getið skráð ykkur fyrir 2.500 krónum sem grunn áskriftin, þið megi borga meira þið viljið og þið sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta fjölmiðl og umræðuvettvangur í eigu áhorfenda, áhorfenda og lesenda. En ég ætla að þakka fyrir að sinni, ég verð hérna aftur við rauða borðið klukkan 8 annað kvöld en góða helgi eða það sem eftir aðeins.